Hlustandi, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 8. nóvember og eftir 9.5 blöður hafið göngu sína á þessum. Já, ég ætla að segja bara stórkostlega föstudegi. Blöndal heiti ég og beint á móti með sitja þeir Egill Einarsson og Steindi Junior. Hvernig eru þetta? Herðu, Ég glemd að lækka í, sko, vanafastir blöð er í tómu tjómi. Ég er að horfa á það núna. Ég sé bara, nú áttu að setjast niður og fá þér einn að smelli, sko. Já, sko, ég var á fundi. Ég er alltaf komin inn í stúdíó, kortir fyrir þátt. Það ger alltaf rétti. Var núna á fundi út að banna að hlæja og mætti inn í stúdíóið 3 mínútur í og það er bara einhvern veginn. Það fyrir bara allt úr böndunum hjá mér, ég er svo vanafastur. Og líka, þegar mættur á lífa á þann sætið þetta var upptekið. Þetta er besti dagur æðið. Þetta er vesen, ég veit ekki. Já, ég meina, en blöð, þú veist, við erum núna bara komin hérna. Já, nú liðum við vel. Ég ætla að fá mér einn jólatúborg hérna og slaka á og hafa það gott. Það er ekki fundað yfir þig. Snjórinn er fallinn. Fundað yfir þig? Varstu að viðskipta það fundið það? Nei. Varstu að loka samning? Nei, ég sagði ykkur, ég var að funda út að banna að hlæja. Það var að smá, var í gangi. Já, sem byrjar eftir viku, nákvæmlega, á Stöð 2. 7 days. 7 days. Þetta er síðasti þátturinn hjá Stonefokkur í kvöld. Já, síðasti þáttur, það er London. Það er London. Hvað er weird shit gerði, hvað er einstjórn og ógeðið þar? Ég fór á æfingu með lélegasta fótboltalið í London. Ég vanlega bara í 50. konsertið þið fyrir London. Já, ég get sagt þér að ég fór á heimsótti lið Packingtown. Nei, byrju, hvað hétt þetta? Jú, Packingtown. Já, fótboltalið. Er það lélegasta lið á Englandi? Þetta er alvöru lið og þetta er lið sem er í neðsta sæti í neðstu deildinni. Packingtown. Já, Packingtown og þjálfarinn var geggjar, hann bara, já, þetta er bara svona, staðan er bara eins og hann er. Það segir sitt hvað þessu lélegt liðið er ef þú mátt bara mæta á æfingu. Já, ég meina við sögðum honum bara við værum að fara að heimsækja slakasti liðið í London og hvort hann væri til í það og heldur betur, hvort að spilaði með okkur. Hvað deild eru þessi mestarar í Packingtown? Ég meit ekki það mætti alveg utan deildin þá eða eitthvað. Þeir eru að spila, þetta er legit lið og hérna. Í hvað deildin eigið þið leikið, drengir? Í meistaraflokki? Nei, ég hef ekki leikið meistaraflokki. Áttu að leikið meistaraflokki? Já, ég er bara að sprikla með IH á sínum tíma. Í hvað deild var það þá? Ég man það ekki eins og eitthvað. 4. eða 3. Hvað er IH? Það var ekki dörrlega verið Hafnarfjörð hérna. Er það ekki Það er að fá allan Hafnarfjörðinu. Það er ekki að tala um F á það? Nei. Svo var ég allir í Haugum hjá Willum þegar Big Willum var coach. Það er til lið sem að er IH ennþá til. Það er FH og HK. Þetta er IH ennþá til. Nei, það er FH og Haukar. Já, FH og Haukar, HK er í Kópavogi. Já, og IH, Íþróttafélag Hafnarfjarðar. Já, það var geggjað. Málið, þú varst að fá allan Hafnarfjörð á mótið núna. Ég legg ekki að leðlugur. Ekki hræðast þetta, nú verður látt ekki svona, ég hef bara aldrei heyrt félagi í IH. Ég hef ekki séð á spila. En ég held með þeim. Steindi vill ekki fá Hafnarfjörðinu mótið sér, sko. Ég elska, bróður minn býr í Hafnarfirði. Sko, ég var í IH og svo var ég í Haugum. Ég ætla að bliki. Var í Breiðabliki 20 ár. Svo var ég bara óslagur til að megna hvernig ég var köttaður út. Er það, varstu lélugur í fótbolta? Ég var áhugalaus og lélugur, já. Hvað stöðuspilaðu? Ég var búin allt einhvern veginn, bara Súkkulaði-kúla? Ég var stemning Súkkulaði-kúla er ekki gott orðið fótbolta. Ég mætti svolítið eins og dóttir mín með fótboltan. Ég mætti á fótboltan einhvern félagskapnum. En þú varst ekkert sem úlingur í fótbolta? Eitthvað svona úlingsáru? Svo var ég í ishockey og ég var í mark í handbolta. Ég er búin að vera að æfa allt. En þá veist alveg hvað stöðum. Ég var hægri kantur. Hægri kantur? Ég á sender. Ég á þindalus, ég hlaupi endalus. Ég á mark í öllum deildum nema efstu deild. Já, þú er svo Mike. Og hætti tvítur. Þú er svo King Mike. Ég held að hann er ekki öllum. Ég á í utan deild, 4. deild, 3. deild, 2. deild og 1. Ég er búin að gera díl við Magga þjálfara í afturlíku. Magga, fótbolta.net. Það er ekki að spila leiki eftir. Herðu, alveg rétt maður, ég þarf að klára það undar. Ég ætla að fá að koma inn á Tindastól í körfinu á bucketlistanum. Má ég verða að bear of bad news og okkur félag. Þið eru ekki að fara inn á í neinum leik. Jó. Ég er að fara inn á. Það eru svona töluvert meiri líkur. Ég get lofaði því. Ég þarf að klára félag. Nei, ég náttúrulega í Tindastól í körfu. Ég aldrei spila með öðru liði í körfubolta. Blöður þetta fín í körfu? Já, ég get eiginlega. Nei, samt núna kannski. Ef þú færði einhvern pís og shitleik. Nú Dagur Baldursson kannski að hlusta. Ég held að ef að bara ég myndi heyra í mínum mönnum fyrir norðan. Þetta er nefnilega á bucketlistanum hjá mér. Ég held að ef að Tindastól væri eins og daginn þegar voru að vinna höpp með 40 stöðum. Benny Gumm toppmaður, ég þekki hann vel. Hann var að þjálfa KR þegar ég var að keppa á móti bara í 7., 8. og 9. flokki. Ég held að myndi henda mér inn á í mínútu.
stemmingu. Það er líka að þú splæstir og allt lið og austur og flaskar allt lið upp og þeir eru Íslandsmeistari. Það var þetta benn ekki þarna. Þetta snýst og allt lið blöð setti bara alltaf að góma frá sögurkóki beint og aust. En máli þetta snýst það var átó. Þetta snýst alltaf hvað liðið stað. Góma, hætti að kalla Íslandsmeistara Tindastóls góma. 7. eða 7. sæti í deildinni eða eitthvað. Þú heldur stundum og stert svo töff. Eru ekki að fara að vinna. Þú ert ekki eins og þá finnst mér líkið að ég geti dóttið þetta. Ég er ádáðandi sögurkrók sko. Ég er ætti á það. Hættu að kalla það alltaf góma. Ég ætla ekki að segja góma. Nei. Stundum því ég segi hluti. Ertu ekki dillari? Þá kemur, jú, ég er dillari. Það er bara smack downtown en það er á sögurkrók. Ég er með How Do You Do fellow Opus í dag. Strákar, ég er með How Do You Do fellow Opus í dag og ég fekk svo góðan frasa frá Skagafjörunum í dag. Já, Skagafjörunum delivera. Hann delivera alltaf. Þeir eru alltaf að senda á þig. Sko, Benni Gumm, ég veit að hann hlustar, Davíð Baldvinsson, hann hlustar sem er formaður Tindastóls. Ég þarf að fá að koma inn á eftir áramót. En viltu ekki koma inn á núna, nú eru þeir á rönni, en þá ekki mómentur að koma inn á. Þú vilt ekki koma í úrslitakeppninni á, það er vesinn. Nei, náttúrulega aldrei í úrslitakeppninni. Ég er að hugsa á svona einhvern heimaleik að búist við sigri. Þú ert minn maður í körfunni, hver er svona eitthvað helst samkeppni núna í árið? Það eru nokkuð lið. Það er náttúrulega, veist, þetta er svolítið deildakeppnin gefur ekki alltaf rétta mynd eins og þegar Tindastóll var Íslandsmeistari þá voru þeir í 5. sæti í deildinni og KR voru oft í 7. og 5. og 4. og voru alltaf Íslandsmeistari hvað 6 ári í röð eitthvað. Það er eitthvað að meta hverju svona þetta er Stjarnan og Grindavík og Keflavík, Valur náttúrulega og eftir að fá Eikóksinn inn og sko málið er bara það er gaman, þetta er spennandi en það skiptir máli að velja réttu leikina þegar ég talaði með Magnús það, hann sagði má ekki ræða neitt á þessu, þú verður bara að klára það. Ég get lofa því að Magnús Már er ekki að fara að henda þeir inn á neitt leik. Það eru meiri líkur ég kom inn á í körfu. Það skilur góðgeraleik, eitthvað svona celebrities versus. Nei, þetta er ekki hann. Hann sagði, ég til í þetta, svo leiki sem að því að þú varst að gera leikskíslu fyrir leiki, líka í körfunni. Þú veist þannig að þjálfarinn þarf að velja blöð fyrir leik. Í hvað lið skráður núna? Í hvað lið? Afturöldingu? Eða hvað minnur, hvað liðir skráður? Með hvað liðir spilaður síðast fótbolta? Skráður í afturöldingu. Og 0 leikir, 0 mörk. Það er ratio þitt miðurinn og ég ætla ekki að vera leiðilegu stundin. Þetta er ekki besta rekord sem Gilsan Við höfum aldrei verið í efstu deild. En ok, segjum eitt núna bara svona til að sína munin á líkum að þú kemur inn og ég kem inn á. Það eru engar. Það stendir aldrei fyrir ná. Nei, ég lofa því. En þessi afturleik verið 4. deild fræðilegu möguleiki, samt ólíklegt. Af því að hann myndi aldrei setja inn á hann með að vera 4 að 5 liðir. Veist hvað ég meina? Og afturöldir er að fara að vinna leiki núna sem var 1-2-0, ekki 4-0. Elskar afturöldir samt sko. Að meina ef að Tindastóll er 20 stöðum yfir og kannski 2 mínútur eftir leiknum, okkur ekki henda sköllótta drasslinn inn á. Sko máli er að hann myndi alltaf setja mig inn á bara síðustu 5 minútunar ef þetta væri sigurleikur. En ekki ef að staðan er 2-0 þá tekur ekki, menn getur skora 2 mörk á 5 mínútum sko. Já, en það er bara svo erfitt kall fyrir hann að setja mig á leikskíslu. Hann hugsaður, ok, þetta lið það væri gaman að vera með fullmannaðan bekk ef allt fyrir hundan. Þessna er ég að segja, það eru meiri líkur ég fá að koma inn á. Ég hugsa þetta verið byggarleikur ef við fáum einhvern byggarleika móti liði sem er í 4. deild. Já, það er alltaf, þá er það ekki að koma inn á í efstu deild. Og ég ætla að fara í efstu deild. Ef þið dragast á móti ykkur liði og þetta er ykkur 12-0 og þá setjum við stónfokkurinn. Það er möguleik. Ég veit það, nú ætla ég samt að segja reitt með það Steindi. Það er bara ekki jafn töff að koma inn á í byggarleik af því ég hef spilað byggarleik í fótbolta. Þú verður að koma inn á í efstu deild. Þetta fer ég í efstu deild. Nei, það er bara ekki að fara að gera. Lítið út fyrir maður sem spila einhvern byggarleik. Það er bara ekki nálægt. En samt, þú náður að koma þér upp á svið á tónleikum Kalíó í Portugaldaginn. Ég er hættur að vanmeta þig nú. Já, fólk heyrði ekki og hlustaði ekki á blöðkastið. Þú veist, skilur þeir sem er ekki áskrifundur hafa ekki heyrt þetta en Blöð sagði bara þá, ég þekki þið svo vel, ég sá bara í andlitinu á þér, í hvaða gíð þú varst upp á þessu sviði og það er svo rétt sko. Ég orða þetta þannig að það veit enginn jafn vel og ég á hvaða stíð Steindir í drikkjusinni bara á einhverjum nokkur svipurðum. Ég sá það þarna þegar hann var komin upp á svið hjá Kalli og hann var í AC-gír og þá er ég að tala um AC-gír á öðrum degi, nýbúin að finna mig inn á klósetti, hélt ég verið fann upp á svo hann var í þannig gír bara ertu
þetta? Sko ég er bara að tala um fleiri menn en Stóni sem voru þessar ferð. Þessi ferð var bara þetta var einhver harðasta mökkferð sem við Íslendingi, ég held að það var einhver gerð heimildamöndum þessar ferðir svona 2-3 ár eða 20 ára. Ég tek undir þetta allt sem ég er að segja. Ég ger Mós og það, Mós og kann að fá sig. Já, og málega þetta var loka hóf afturheldingar, þú veist. Ég veit en að því við erum að tala um hérna afturhelding og tindastól, þá finnst mér svo fallegt að við skaffinningar, við getum farið elendis og haft að kósi og farið gott út að borða og skemmt okkur. Ekki við. En ekki afturhelding. Það er svolítið svona bara all in og allt í rugli. Mósólið sko. Við tökum sjárat á St. Pete, ég hitti St. Pete í Portugal, hann joinaði mósellingana og hann fór líka upp, hann endaði líka upp á svið og kalli og tónleikum. Það er þetta rándýrt. Það er rosa. Ég er náttúrulega líka þetta átt að vera kalt henni því að skaffinningar eru örgulega vestir þegar kemur að drikki sko. Bara af öllum 20-30 manns upp á sviði á þessu giggi. Þetta er bara loka hóf og þetta enda allt svona og er þetta hverju ári farið út í eitthvað gott mög? Þetta er 2 ára fresti. Já. Hvert er farið þá? Er það ákveða location? Nei, það er ekki. Nei, senast ára Dublin, núna var það Portugal. Já, bara eftir 2 ár verður eitthvað nýtt location. Þá komið þið með. Drengi, ég var að spyrja greinu. Er þið byrjað að skreita fyrir jólin? Nei, en ég er full út í sjálfum með að vera ekki byrjaðar. Mér langar að byrja. Full yfir að vera ekki byrjaðar 8. nóvember. Sáuðu Rikka G. Já, það var heldur mikið. Ég sá það. Hvað er að frétta? Hann er bara rugglaður 8. nóvember og hann er búin að sko, það er bara alla svalitin hans í perum. Já. Ég var aldrei að sé svona. Ég verði nákvæmlega líkt út, það er ekki ein manneskja hérna. Við sjáum nú nokkur hús hérna. Það er engin byrjað að skreita. Það er 8. nóvember. Já. Það var oktober fyrir 5. Sko málið það Þetta er aðeins svo mikið. Hvað er aðeins að krakka? Það sem ég tók út úr þessari mynd var að flestir setja sko seri á svalinnar. Já, hann sést ekki svalinnar. Eins og í Christmas Occasion það er svona jólapera við hliðina jólapera svona millimetr á milli. Svalinnar voru allar þannig. Hann hefur þurft svona appar allar kveikja á þessu sko. Þetta er rosalegt. Já, hann er bara eins og var alltaf bara með rauða peru nú það búið nú var að koma með bláar og grænar það er eitt að versta og finnasta sem við sagt hérna þegar Rikki sýndi okkur skreitinguna stofunum sinni fyrir jól og þú sagði þetta lítið út eins og asísku tóttkóðu. Það er eftir það að hætta með rauðuperunar nú er að koma með eitthvað blátt koncept blátt og grænt sem er ekki svo jólalegt sko. Rikki var svo móðgæður það er ekki svo jólalegt sko, fólk sér stundum ekki hvað gerist eftir það, náttúrulega sér og heyrir ekki hvað gerist eftir einhvern því maður Rikki var svo reiður og því honum fannst svo jólalegt heima á sér og honum fannst þú búin að eyðileggja eyðilega stemninguna heima en er ekki náttúrulega heimilið sem segir bara Ríka nú hættir þú, hvað segir Valdi sem hún bara lætur er hann bara að labba út með seríur 8. nóvember að skreita já því minna sko ámar ekki að byrja að skreita fyrsta des nei, ekki sko hvernig byrja maður að skreita? Við búum í mjög miklu myrkri sko drengir Það er að segja krakkar Ég vil meina að maður búið myrkri krakkar Ég vil meina að maður Það góð með þú þannig að kalla okkur bara krakkar Það var að gera Ég er 40 ára Ég vil meina að maður að taka niður Ég veit ekki hvernig maður á að byrja en ég segi maður að taka niður seríuna í mars Nei Jú, af því að þú átt að bara, afhverju ekki, hvað er þetta að bögga mann? Í mars? Sérstaklega með tegur þetta niður á 13. Ef þú ert með svona eins og hann var að henda upp, jú en ef þú ert bara með hvítar perur þá verður þetta bara eins og útiljós og þetta lýsir upp Já, þetta er endar ef ég væri með Reykjavík síðdegis núna þá myndi ég setja könnunin á vísi bara hvenar á maður að byrja að skreita ég held mitt vót væri 1. desember byrjum að skreita En af hverju á að taka niður fullt af skærum ljósum í janúar? Af því jólun er búin Já, ég veit það, en af hverju mátt ekki vera? Það er ekki, þetta er svo dimmt og Ef það er ennþá skreitingar hjá þér í mars, þá heldur fólk á sér stannakort latasti maður Íslands eða bara fyllibita Nei, þú sett bara í því og hafur ekki komist í þetta Ég ætla að taka yfirlýsingu, ég ætla að vera með skreitt alveg til mass Og það er korki að því að fyllibita nýja latur Þú ert bæl Ætla þú bara að setja þetta upp sjálfur? Hvernig ég ætla að leysa það? Ég sko, málega ekki, ég hef alltaf sagt það og svona gefið það út að ég ætla að fara að skreita Svo stend ég yfirleitt og Sigrún er með þetta allt upp á 10 að gera þetta hefur vel og ég stend svona og réttir í hluti og er svona að reyna að hjálpa þá sér hún enn og aðeins að fara niður og réttu mig frekar hún er svona, já ég er bara fyrir þannig að ég er svona, ég fer með út ég er stemningsmaður Þetta er náttúrulega allt annað fyrir út komið börn og svona, þá er þetta bara möst að vera með að skreita eins og hafa jólulegt heima Er ekki kannski svolítið yktur í þessu? Já, þetta þegar ég sá þess að svalir hans þá bara
Já, svo eru krakkarnir alltaf að koma heim með jólaskraut sko. Þú veist, það er nýbyrjað að mun halda áfram sem þau eru að búa til sjálf sko. Og stundum er krútlegt og gaman svona. Stundum er þetta bara tússu klósettrúlla sko. Og þau vilja hafa þetta allt uppi. Það má ekkert vera eitthvað svona, já, en hafa þetta inn í herbygginu þínu. Nei, ég er búin að finna stað, ég ætla að hafa þetta hér. Og það er þetta bara svona alveg á besta staðnum, fattur þú? Sem allir sjá. Og maður verður bara að taka því sko. Já, það er bara þannig. En drengir, við erum með svaðalega þátt. Við ætlum að fara í spurningkeppni Gilsarans. Hvað erum að bjóða upp á þar í dag? King of Christmas? Nei, ekki 8. nóv. Það má ekki. Blondell er að byrja með award-winning show King of Laughing. Já, það er bara að hlæja. Þú ert ekki með okkur næsta föstudag? Nei, þá er ég... Þá er það frumsýndur, þannig að fint að klára, ok. Dóri DNA ætlar að koma til okkar. Já. Ég er búin að heyri á honum, hann ætlar að leysa eiginlega. Hann er orðið vinur þáttarins, hann er alltaf með okkur til okkar. Já, hann er svona... Þannig að King of Laughing. King of Laughing, ok. Út af 7 dagar í fórsýningu á frábæru þætti hjá Blö. Nei, ekki fórsýningu, frumsýningu. King of Laughing, ok. Þetta lítur að vera eitthvað sem að væri til í það. Þetta er 50-50 koncept í dag. Ok, ég er með Blast from the Past og það er gott því að Egill Einarsson, hann fyrir nú ekki oft í klefan með okkur en ég fann klefa, það var einhver snillingar sem sendu mér að tjekka á þessu. Þannig að Egill er í Blast from the Past. Var ég í klefa? Já, 5 eða 6 ár síðan. Hvað klefa var ég í? That is weird. Já, þú heyrið það eftir, við erum með hátutu og post, ég sá þið verið að posta því á Insta. Já, ég er búin að fá frasa að senda frá okkar hlustendum og frasarnir voru geggjaðir. Þannig að þetta verður spennandi keppni sem þið farið í. Fíla, ég er með þekkið ekki, 3 spurningar í dag og ég er með þema í gangi. Það er þema í þekkið ekki núna að þið svarið ekki fyrir ykkur, heldur fyrir hinn aðilann. Þannig að ég spyr... Nú þarftu að tala við mig sem þessi 5 ára sko. Ok, í staðin fyrir ég myndi segja við þig hver er uppáhaldsmaturinn, þá myndi ég segja hvað heldur þú að sé uppáhaldsmaturinn hans Egils? Já, og þegar ég spyr svo Egil, þá þarf Egil að svara hvað hann hélt að þú myndi segja að vera uppáhaldsmaturinn. Þetta er ekki flókið. Þannig að hann segir ekki hvað er uppáhaldsmaturinn sem heldur hvað hann hélt. Hann svarar bara um þig og þú svarar bara um hann. Þetta er drullu flókið. Ég skil þetta ekki ennþá. Flókið, hvað meinar þú? Ég skil þetta. Þetta er ekki Ertu ekki að djóka? Já, ég skil þetta ekki. Við erum bara með FM í mörg ár. Ég skil þetta ekki. Skilur þú þetta eitthvað? Hvað er eitthvað? Ég þarf aldrei að svara fyrir þig. Já, ok, ef ég myndi spyrja bara hvað er að skemmtilegasta sem að, hvað heldur þú, ég myndi byrja á þér Steindi og segja, hvað heldur þú að sé að skemmtilegasta sem Egill gerir? Ég myndi spyrja þig, hvað heldur þú að sé að skemmtilegasta sem að Steindi gerir? Í staðin fyrir ég segi bara þig Egill, hvað er að skemmtilegasta sem þú gerir? Svo þarf Steindi Ég myndi segja að hún skaman að vera fullur. Já, en ég er ekki með þú eftir. Þá þurfti Steindi að hugsa hvað hann heldur að þú hafi sagt. Þetta er ekki flóknara það. Ég ætla að flókna það sétti að þau báður komnir inn. Nei, það verður flókið. En leysum þetta saman. Við þurfum ekki að leysa neitt, þetta kemur eftir. Ok, 100% hreinskilur á mér, svo getur við droppað þessu. Ég skil þetta svona 72%. Hvernig þá? Hvað skilur ekki? Ég skil næstu allt. Hvað skilur ekki? Í staðin fyrir, ég er ekki að fara að spyrja þig hvað er uppáhaldslægið, þá spyr ég þig hvað heldur þessu uppáhaldslægið hans Egils? Blöð og eftir, þegar við rugglumst sem mun gerast, þá lappar bara með okkur gegnum þetta. Já, þá myndir þú segja, ég held að sé Rain Over Me og svo spyr ég Egil, hvað heldur þú að Steindi haldi þessu uppáhaldslægið? Þá myndir hann segja, hann hlýtur á að sagt Rain Over Me. Veist hvað ég meina? Þannig að þau eru alltaf svara um hvern annan. Er þetta að fara úr 72% í 100%? Skilur þetta? 93%. Þetta kemur. Já, svo ég ætla að henda ykkur í syngdu lagið sem hefur setið á hakanum. Það er rosalegu liður. Er þetta íslenskt tema? Nei, ég er ekki enn búin að ná að koma mér í 3 næst vinsælustu orðin. Hvað erum við stattir á listanum þar? Erum við að fara í 3. vinsælustu orði? Já, ég tók fyrstu 3 síðast og er búin að ætla að henda ykkur í næstu 3 og við er bara ekki komist í það. Þannig þið farið í það í dag. Og já, svo bara gýr og stemming en ég skulda lagdrengir því að King Luigi landsliðsmaður sem fór á kostum hérna á Laugardalsvelli daginn, okkar besti maður, já, hann gaf út plötu daginn, sett hana, hún fór náttúrulega sjálfsög á Spotify og ég glemdi að því við vorum bara síðasta föstudag, vorum bara að spila lög sem yrði í höllinni og því að miðastóla fór að stað í fermingavæslefni í Blöm sem er fullin gangin og tix.is. Já, ef fólk er ekki búið að tryggja sig með það, þá er það eitthvað að. Let's go. Já, en ég glemdi Luigi. Gervigreindin segir að það sé 205 dagar í höllina.
205 dagar í höll gervigreindin, þú getur bara reiknað þetta sjálfur. Þetta ekki með svona 2-3 ár. Það er ekki, Sverri Bergmann er ekki í stúdíunum núna. Hér kemur King Luigi, tekja honum, þetta er Leika með mig, þetta er okkar maður. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er King Luigi með Leika með mig. Er hann svona King Luigi. Já, er þetta okkar Rod Stewart ekki? Minna, hann er geggjaður. Það er að velja á milli tónlistarinn og fótboltans. Ég meina, Luigi fekk fyrsta lag þáttarins. Það er stórt. Ég var alltaf gaman að þegar hann fyrir utan teig setur hann utan fótar stönginin. Gæst hann gaman að því að gera meira því. Ég held að líka sko stærsta poplag bara Íslands, hann á það náttúrulega, Pretty Boy Choco og Luigi með Skína. Ég mann hvað ég var í heyrði fyrst skipti. Hvað munið, hvað þið voruð heyrði eitthvað lag á þur? Við vorum í Krótju. Nei, við vorum í Greiklandi. Við vorum á luxushótelinu Sirius Village þegar ég ætlaði með sko Gurri og dóttir minn Eva eru syngja lög non-stop allan sólarhringin tóku eitt reynsla á þessu lagi og þetta var á repeat eftir það alla ferð, við eigum svona 20-30 spilarnir myndi ég halda. Það er bara, Skína er eitt besta poplag sögunar á Íslandi, það er bara þannig. Herðu, eru þið tilbúin í slúður, drengir? Já. Þetta er erlend slúður, Steindi svolítið svo á vaktinum íslenska slúður. Já, það var alltaf, kom alltaf daginn hérna, Kolbarinn var að rassamæla pappa sinn. En nú, sko Steindi, nú er mikið celebrity beefs í tónlistarbransanum og hinn og þessu. Það er alltaf verið vitlaust bak við tjöldin og meðan situr þú á raskatinu. Hvað er stærsta bífi í dag? Það er bara álur, ég get ekki farið í öll þessi bífs. Það er mikið bífs í gang. Ég þarf bara að kíkja í inboxið, ég hlýta að vera með eitthvað. Hvernig var að koma með skýrslu? Já, ég skal bara tjekka helgina, kíkja í inboxið. Ég ætla að byrja að slúðrið á körfuboltamannunum Lamar Odom, muni eftir honum, sem spilaði með Lakers. Já, sem var graður, eða ekki? Jú, þetta er okkar maður sem að Kardashians maður. Já, hann var giftur raunveruleika stjörnunni Khloe Kardashian. Hann elskaði kókain og teipatöflur. Já, út af lífinu. Hann fannst sem sagt á einhverjum svona kassa. Það er ekki svo eini sem elskar það, Stenþór, sko. Nei, ekki vera gaggrinn það hérna. Hvað er að gerast hérna? Ég er bara að segja, hann sko, það var ástæð. Hann fór í hjartastopp. Hann fór í hjartastopp út af neyslu. Já, og það var inn á einhverju strippstað eða einhverju kassa eða eitthvað. En sko, hann og Khloe eru skilin. En hann var að greina frá því núna að hann var að kaupa sér kynlífsdúkku sem að lítur út alveg eins og fyrrverandi kona sín sem er Khloe Kardashian. Keypti svona sérsniða kynlífsdúkku sem líkist fyrrverandi. Nei, þetta er bara svona talar hún og svona dúkka, nei, bara svona. En hvernig hérna sko hreyfingarlaus dúkka. Dúkkan kostar ekki nema 2,7 milljónir. En það er ekki en körfuboltakappinni sagður að fengi afslátt. En þarf ekki hérna bara að læsa hennan mann inni fyrir þetta. Kaupa dúkku eins og fyrirverandi. Já, sko, að kaupa dúkku á 2,7 og þetta er ekki eiga dúkka. Það er álur að drulla. 2,7 er helviti mikið fyrir dúkku. Nei, sko, er alveg sama hvað hann gerir, sko. En er þetta eftirlíkinga fyrirverandi kærastans? Já. Ég lofa því að gera. Hvað er að gera? Og fjöldi netverja taka undir þín orð, Steinþór. Þú talar fyrir hérna netverja því að netverja? Þau segja að þetta sé ógeðslega skrítið og creepy stendur inn í fréttinni. Auðvitað. Þetta er rétt í ímyndaður. Ég meina, hvað er hann að gera með þessa dúkku? Hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Ég meina, hann er að fara rúmt inn henni. En ég meina, hvað heldur þú sé að gera? En ég meina, spekla þetta bara. Segjum að hérna, fyrir þetta kærst að þín myndi kaupa dúkku sem var eins og þú. Þú veist, það er galið. Var það ekki bara hrós? Nei, alls ekki. Ég myndi vera mjög hættur. Já, auðvitað. Ég held að vera komin eitthvað svona. Ég vona að hún sé að boosta upp security. Nei, þetta er ekkit þannig. Hvaða maður. Mér finnst bara svo skrítið. Þetta er líka hættuleg þróun og getur bara keypti dúkku sem lítur út eins og getur ég bara keypt. Hvað, ekki það búið. Þetta er alltaf special made dúkka, eða ekki? Jú, þetta kostar 3 milljónir. Við keyptum blöðdúkkuna í skjaldspili á sín tíma. Já, það var ekki, þú kannst ekki segja tippöðurinn í hann og kastar hann milli og hún sprakk. Þetta gerður að hlusta, nýja besta vinkonum minn. Getur hún komið spjall og rætt við okkur þessar rassadúkkur og getum velt steinin? Gerður í blöss? Já, það er eitthvað. Hvað stað er það að koma? Já, ég meina mitt og munu Tesla-vélvinnin eru þau að fara að taka við eða munu Gerður í blöss er ekkert að fara að svara því, sko. Heldur þetta áfram bara í kynlismónu, sko. En hvernig er ef að væri seld eins og hún hérna, hann er að kaupa dúkku sem að líkist Khloe Kardashian sem er bara heimstækt er ekki eitthvað svona veist, þarf hún ekki að gefa leif og svona bölliða? Ég nú haldið það. Ég gæti keypt bara Matthew McConaughey dúkku. Akkur ferðu beint þangað? Akkur hugsaðu ekki eitthvað að koma? Nei, ég bara, ef ég geti fengið nákvæmleins
bara Matthew McConaughey, bara alveg eins og svo var bara með að Stífan. Ég meina, það er eina sem ég byrði. Það er örgulega allt hægt í þessu. En það er eina sem ég byrði í þessu. Vildur þú kaupa hana? Það var nákvæmlega eins. Ég get ekki ég skil hérna, ég er svolítið með Lamar í þessu. Já, nema Matthew McConaughey er ekki fyrrandi kærastinn og ég held að vera í gaggi niður. Herru, við viljum að fara í næsta. Það er, þetta er ómerkilegt slúður, Steindi, áður nú fyrir að rakka niður og eitthvað svona hvaða gúrka er í gangi og eitthvað svona. Steindi er að fara að gefa þessu lestur. Þú þurfum bara að vita hvað fólkið er. Já, það er, ég veit, þú veist. Það veit það ekki. Jú, George Clooney, það við heyrtum hann. Já, stórleikari. Þetta er nefnilega, sko, slúður er ómerkilegt nema þetta er eitthvað sem er langar að ræða ef við tengjum þetta yfir Ísland. Það var ekki verið að auðsi verið út á kosningunum. Jú, ég fer út í þá eftir en sko, ekki það en tengt öðru en sko, Hollywood A-listers eru núna að safna for the troops fyrir hermenn og George Clooney, hann er að setja úrið sitt þarna inn og það er fullt af fólki. Chris Evans er búin að árita Captain America skjöld, Whoopi Goldberg er að gefa árita striga, sko, ok. Ég var til í áritaðan Captain America skjöld. Þetta grínast hvað það væri. Jennifer Aniston rosalega væri það er að gefa árita svona Valentino sem er potið eitthvað flott merki tösku. Hún átti að árita eitthvað frá eitthvað Friends saman hugsaði. Þannig að þau eru að safna fyrir hermönnum og þetta eru konar margar milljónir að inn. Hvað væri, mér langaði meira að ræða bara ef við ætti að safna fyrir, segjum bara langveikum börnum, ef við myndum hendi sömu söfnun, hvað myndum við vilja fá inn til þess að selja, fattur þau? Er hægt að gera þetta á Íslandi og er hægt að safna fyrir pening? Hvað myndir þau fá mikið peningin? Sáttu þau hvað mikið peningin? Nei, bara hvað þeim að selja. Ég og þú erum offarna en Stóni allir bara með heilan bílskúr að okkur kjaftaði. Nei, þá er ég líka að tala um bara ef við myndum sjá um þetta, við myndum byggja bara, Jón Gunnar bara að safnin celebrities í að gefa. Hvað var þið flott að fá frá Íslandingum eins og þau verið að gefa? Ég myndum auðvitað að fara upp í 100 milljónir, myndi ég halda. Aldrei, 10 var rosalegt. En akkur gera Íslandingar ekki þetta? Við erum upp og akkur gerum við ekki bara? Við erum að kópara þetta og setja þetta í gott málefni. Já, bara langvegum. Þá þarf að vera live og við þurfum að þarf að virkja liðið. Og það þarf eitthvað að vera svona 10 milljónir, það er ein millifærsla frá einhverja sem er ríkugæði sem að hlusta. Heldur þú myndir satna meir en 10 milljónum í svona sammenhæði? 100%. Ok, en hvaða hlutu myndu við vilja? Við þurfum að fá bara eins og Egill segir, ég náttúrulega er horter, þannig að ég geti allavega sjálfur komið með, ég geti komið með eitthvað sjálfur, þú veist, ég geti komið með, já náttúrulega eitthvað. En það þyrfti að vera eitthvað merkilegt, fattur þú? Þetta þyrfti að vera hérna búningunum svo komst í daginn í blöðkastinu hérna til að láta mig hlæja. Já, þú þurftir að selja skrollarbúningin. Já, skrollarbúningin. Já, árita hann. Já, líka Níels búningin. Það var dýrt. Jón Gnarr Georg Bjartfræðarsson búningurinn hans er rosalegur þetta, en það er náttúrulega kannski ekki beint búningur. Það er bara ólís hérna SO. Já, ef þetta verið treyjan sem hann var í tökunum. Já, herru, ég er nú með hérna treyjuna sem Eiður Smári var í á úrslitaleik Champa League, það var alvöru uppæð líka. Hún færi Versace nari utan á Rúriks. Já, það færi. Þú ætti að gefa það frá þig. Já, Versace frá Rúrik. Ég er náttúrulega á ekki treyjuna, Eiður á hana. Já. En á hann margar okkur frá ferlinu sem hann til að kannski gefa eina. Það, en herru, er þetta ekki bara geggjuð hugmynd? Hendi alvöru söfnun og stela þessu konsepti. Já, bara fá sem sagt einhverja hluti hjá frægum á upp og bjóða upp og allt fyrir gott málefni. Herru, við þurfum að fá nettismjörið. Þetta er ekki hrikalega hugmynd. Sko, herra geti gefið. Og kannski ef að Luigi geti gefið okkur boltan sem að setja utanfótur hann að stöngin inn. Já, það verður fínt. Það verður þetta rosa. King Luigi. Og skrifar á hann King Luigi. Nei, hann skrifar á hann. Haltu áfram að skína. Kveðja Luigi. Allir Ice Guys menn myndu koma með eitthvað. Já, koma með gallan sinn. Að selja upp á öllum göllónum hérna sem eru í vídjónu. Ég var að fytumæla netusmör bara í morgun. Netusmör? Smjör, það geti ég jóðinu. Var ekki smörið? Þeir eru að fara að æfa núna, málega einu sem við losnum við, nú erum við undirbúið höllina, við höfum 205 dagafélaganir. Þeir eru með eitthvað 1 milljón dansa, þeir eru að æfa alla sólarhengi. Við mætum bara í gýr og Steindi fyrir á sviði bara í skekkjunni. Við þurfum ekki að gera því. Yfirleitt komast upp með að rífa okkur bara úr og Eigum að bæta við okkur dönsum með? Viljið það? Er það sem við viljið það? Ég er alveg til að taka þetta smá dansum. Við lofum rosalegum dönsum. Það er bara þannig. Við gefum það bara út núna. En við skuldum auglýsingadrengir. Ég kemst ekki eins og ný síðasta mólin. Hann var ekkit það merkilegur. Kemst ekki í, en hvað mennur? Bara við skuldum auglýsingar. Svo hér eftir smástund fyrir við í Þekkið ekki, Blast from the Past og spurningkeppni Gilsarans. En
fyrst auglýsingar. Þetta er FM FM 957. Það verður hoppað yfir þessu í höllinni 31. mæ. Þetta er ángast eitthvað besta lag sem ég heilt. Þetta er í fyrsta sinn sem að, sko, þetta er ekki tengt eitthvað við höllinni. Lagið var inni. Ég bara, wow, þetta er næsta lag eftir auglýsingar. Það er einhver, þetta var bara, nei. Hvað Það var ekki ég sem stemningsmaður setti setti inn? Það er þetta rosalegt að þetta lag hafi bara verið inni. En þetta verður tekið höllindrengir, það er hár rétt. Já, og Ég næstu, ég peppa verið þessu og Timmy. Ekki er aðeins meira peppa verið Timmy, en ég er samt líka peppa fyrir þessum. Þetta grínast það. hvenær ætlum við að tilkynna næsta atriði sem er með okkur í höllinni? Er það alveg janúar? strax. Nei, janúar, februar. Já, ekki. Ég meina þú veist að 7 mánuður í gig. Já, Við erum allavega með Það er ekki 3 stress. Sko, ég ætla að ganga það langt að segja að við erum með 3 til 4 óvæntar bombur. Já, Þannig alveg að tilkynningar. við meðum ekki, við býðum aðeins með það. það er erfitt, það er sérstaklega erfitt fyrir mig að sitja á einni þeirra, ég viðurkenna. En þetta kemur allt í ljós, tryggja ykkur með það inn á tix.is og þetta Hvernig er staðan á okkar bestamanni Luigi? Er hann, hvernig er hann 31. mæ? Hefur hann, Nei, sko, hann gæti hann seipa sér, er hann að spila þetta? Hann er Hann er alltaf að frí, fara að getur mæta. við velt steinu með þetta? Það er bara aldrei að vita. Hann hlýtur að fara að mæta. Það fá kallinn og svo. Er það ekki? Það var svona, við bara, veist, við erum að Góð velta pæling. En við ætlum að fara, drengir, í dagskrálið sem heitir Þekki eða ekki. Og ég er bara með 3 spurningar núna. Af því að ég var með þema eins og ég sagði ykkur aðan, ég nenni ekki útskýrað aftur en ég er að spurja ykkur hinn. Já, en þú ert að, málið, það sem er þess að, má ég... Nei, það er gaman að breyta hans Já, til. ég veit, Þú ættir að prófa það stundum í spurningikeppninni, að breyta hans til, koma með nýja spurningar. Það er ógeðslega gaman að breyta En til. þú ert með 2 idiots hérna og svo ert alltaf fann að reversa draslinu. Nei. Þú veist, við Og ég erum skal bara bara- ekki, við erum bara ekki skildi með þetta grinda- ekki. við erum ekki með grindastölu í Á þetta. ég ekki bara að fara fram fyrir renni yfir þetta? Af hverju þú séum að vinna á FM? Hoppa þú á hérna Brendarann skil þetta hvort er ekki. Já, hoppa þú á Brendarann, ég skal útskýra þetta fyrir Agli í síðasta sinn. Ok, hlustaði bara, Já, ok. herru, ég er ekki búin að setja okkar besta mann, John, undir. Detective John. Já, er ég með allt. Hver fann upp Ice Guys? Já, John Johnson. Ég er til, sko, herru, ég That var í guy right over Ég there. var í spjalli í dag, hérna, þeir syngdi mig beint í bílinn og þeir voru eitthvað að ræða, hérna, swinger, og veist, Já, að svinga, það finnst selt. já, það er málið. Það er mjög minnst já, það Já. er mjög, sko. Þeir voru eitthvað að ræða það við mig eitthvað. Ég fór að segja bara, já, þetta er samt svo ósengjönd því að ef þú ert að fara að svinga, segjum að ég og Rakel myndum bara detti í þann gýr, Já. okkur langar að svinga, já, þá þyrftu að finna par sem að væri, fattur þú, þurftu báðir aðalega að vera sáttir. Já, þú ferði svona swingparty. Það er bara ok. 100 titlingar og Já, ég allt. skilji, það er frábæst. Og þá finnur þú bara, hörðu, þessi þarna er rosalegur. Þá ferðu bara beint á hann. Já. Þetta er ekki bara eitthvað 2 pör að hittast í ykkur sófa. ég held að það er Niður Það er við kvöldum þetta swingparty. Köllum við þetta? Já. Ertu í þessu? Ég get orðað þannig ég þekki þetta þess. Ok. Ég er ekki að segja þetta sem að specialty. Ég er vel að mér í þessu. Ég einhvern veginn bara, ég þekki þetta ekki að Þetta er ekki þannig að þið bara eitthvað, þú heldur Nei, þá verður að hugsa bara- kom bara eitthvað upp í fósunum. Sæll, auðun, hörðu, þetta er Ég hélt þetta var, já, og þá var þetta samt svo hræðilegt að því að þá ertu að hugsa svona, herðu, ok, eigum við að tekka á þessu pari, ok, það er ósækjant fyrir mig, en þá voru ég að hugsa, ef þú ætlar að finna par sem væri gott fyrir báða aðila, John Johnson og besti tannlæknir Íslands, Hafdís, Já, herðu, það er í fullkona par maður. ekki það þau sé eitthvað að svinga, en búa reyndir að En þetta vesturbærin, paldið þú myndir fá sexy Roo. Þá myndir þið hit the fucking jackpot. Já. Það er að ímynda Ég held ef þú lappar í ángríns, eitthvað swingparty ef þú myndir fara í og segir swingparty- kemur allir bara, hörðu, þessi gæði hann, ég var til hérna gæði en þarna, hver heiti þessi? ég er svona meira að hugsa konurnar sem koma labbandi inn, sko, Já, ég er bara, já, herðu, fyrir mig, herðu að opna þetta eitthvað þetta, herðu, hvað er penni minn? Erstu tilbúin? Og Sempic penni, þú komur á pennan. Nei, penni til að skrifa svörin. yes. Ég noti ekki tölvu eins og þú. Herru, tilbúin. Það er sprauta. Já, Förum í og- þetta. já, þetta er ekki hérna, þetta er ekki flókið. Ég skal bara útskýra fyrir þér. Þetta er flókið, As we go. Nei. en ég skal gera þeim besta. Já, fyrsta spurning. Nú átt þú að svara. Hvar líður Steinda verst? Hvað líður honum Já. Og verst? svo Steinda giska Hvað mér hvar þú líður heldur- verst? Og Nei. ég- Á hann ekki Þetta er ekki svona flókið. Veitu, á hann ekki sko hvað mér líður verst? Nei, þá var ég að spurja þig núna. Hvar líður þér Nei, verst? en þú spyrð hann hvar mér líður verst. Hvar hann haldi, já. Já. En þú átt að svara á eftir hvað þú haldir að Steindi hafi sagt hvar þér líður verst. Ok, þetta er síðan skiptið sem er flókið, ok. Ok. Ég mun taka þátt í þessu dag. Ok, svaraðu Síðan þessu það bara. var einfalt. Svaraði mig bara, Ég, hvar líður Steinda verst? Honum líður verst í öllu sem tengt er luxus. Ok,
Hún líður ekkert illa. Jú, út af því ef hún líður svo náist mynd af honum á einhverju stað sem einhver myndi kalla luxus, eins og hann myndi aldrei taka mynd af sér í engaþóttu sem margir influencers, þeir borga pening fyrir að fara í fake engaþóttu og taka mynd af sér með glugga. Þú veist það er borga fyrir það. Ég veit það. En hann myndi freka bara að deyja en að fá mynda sér engaþóttu. Það sem okay, og líka eitt hérna. Nú er þetta ég snekkjukall. Hörðu, alltaf því ég er með honum úti þurfum úti, því ég bestæði það og ég er svona, hörðu, ef við fara hérna er að fara að leiða ykkur snekk. Nei, ég bara af hverju ekki. Ég er bara engan að hóði. Veist af hverju? Og hann vill ekki myndin af sér með eitthvað kampaðisglas á snekju. Já, þetta er náttúrulega ekki snekkjur sem þetta er basically allt sem tengist luxury líður honum illa. Þetta er ekki vitlaust svar hjá þér. Það er eins og hann sé eins og skammi sinn fyrir að gangi vel. Þannig að Steindar líður verst allstaðar þar sem er luxus. Ég held að vera að meina þetta bara af því að þegar við erum að panta hótel og svona þá vill hann alltaf Nei, bara hún líður illa að eins og sem er samanskupið yfir að gangi vel hjá honum og sé að hann vil bara vera ykkur ógið. Hann bjóti þátt sem heitir 1 stjarna, ekki 5 stjörnur, 1. Við ættum ekki að þátt sem heitir 5 stjörnur. Já, hörðu, ég er búin að taka þess að þetta og sko að ég hugsa oft ég ætla að sjá sama þátt 5 stjörnur. Það væri þáttur, þetta grínast. Ég var að gera það og pakka hana saman. Já, líka helviti þægilegt ef að stöð 2 er að borga. Herðu, næsta, hvaða flokka, því að það er það er nú aldrei pólitík í FNÍ blöð. Nei, við líka vitum ekkert þú verður með lág og greindaðustur. Það er hárrétt hjá þér. Þannig í staðin fyrir ég sé að spyrja þig hvaða flokk ætlað þú að kjósa, þá myndir þú segja ég veit ekki búin að ákveða. Þannig ég breytti þessu yfir í sama þema. Hvaða flokk finnst þér líklegast að Steindi kjósi? Wow. Amazing twist. Já, það er enginn að fara að svara hvað hann ætlar að kjósa en hvað heldur þú að hann muni kjósa? En sko, til að vera alveg hreinskilin, til að hlustendur vita búið hlusta okkur í 14 ári vita að við ljúum ekki. Nei. Ég ángríns veit það ekki. Reyndar er það 13 ár, við vorum 13 ára fyrir 4 dögum. Já, það er rosalega. En á næsta ári erum við 14 ára þegar að ferðingarammalið er. En sko, ég er ekki að ljúa hann einu því að ég veit ekki hvað hann kýs. Ok, en þá voru að giska. En nú ætla ég að vera með educated guess. Já. Sko því að ég er ekki vissum að Steindi fari lengst til hægri og hann er ekki fari lengst til vinstri. Gunni Samlokur kom með góðan punkt í blöðkastinu, hann kom sem gestur í síðasta þætti. Hann sagði að Ísland er mjög vinstra sinna, þannig að það er eiginlega engin hægri. Já, við erum heilt yfir bara, eins og hann sagði. Hörru, ég var að mæla meistari morgun, Officer of the Law í Reykjanesbæ. Það er lögga. Hann vissi ekki Gunni Samlokur var. Bara þeim aldrei kynst honum. Og sagði, djúböld var hann að fyndin og getið fengið hann aftur. Ég bara, mjög stökur fá hann aftur. Hann að voru að kynna bara part af þjóðinni fyrir snillingnum Gunnar Samlok. Hann var með okkur í strákunum, ég held. Já, bara, en þú veist, hann er búin að vera eftir hann að sænaði þetta jobb hann á samtökunni iðnaðarins á þessum tíma, 2018. Hann er lítið í fjölmiðlum. Hann er bara off the radar í 6 ár. Þú erum að sæna hann inn, en sko, ég held að Steindi er að fara á miðjuna. Okay. Sem er þá hvað? Veist, hann hefur ekki eistun í King Simma en ég held að hann sé að fara í Viðreist og það er þeir eru á Álur Rönni og Jón Gunnar er toppmaður. Þetta er þetta gott giskjar, Viðreist. Ég held að Steindi sé fara að hakið það. Ok, þá er það síðasta. Þetta er svolítið líkt fyrstu en samt aðeins öðru sig. Hvað finnst Steinda óþægilegast að ræða? Shit. Hún finnst óþægilegast að ræða marga hluti. Hann er ekki til að ræða samlífið. Hvers getur sér minnast á það fyrir hann í vörð. Það var allir heitt það. Hann fer ekkert í vörð. Jú, það fyrir vist í vörð. Hann bara hefur ekki náttúrulega að ræða það. Sem ég skil vel, ég hef ekki heldur á það. Ég er margótt hérna veit að ræða samlífið. Veistu hvað er astanlega típa sem er mikinn áhuga að ræða það í útvarpi bara fyrir framan alþjóð. Ég ætla einum bara og opna okkur fyrir þjóðina að ræða hitt og þetta og partur af lífinu blöð er samlífið. Vissulega. Hún veist ekki það alltaf að það. Nei. Það er ekki til að ræða bankareikningin. Það er alltaf í vörð þegar ég er að tala um það. Og ég er bara hvað gengur vel. Alltaf þegar ég minnist okkur hvað hún gengur vel. Þannig að þú tengir það rosalega vörð. Þú tengir það svolítið við hvað hún líður verst. En ég þarf svar. Hún veist óþægilegast að ræða þessa hluti. Já. Þú veist, hann er alltaf mjög lélugur gamer. Þú veist, mjög lélugur gamer. Hann er til að ræða það. Þetta er aðalega, þetta er mest samlífið þegar þetta dæmi hann með hliðina og það. Ok, samlíf. Já, samlíf. Ég er bara kynlíf, okkur kallar þetta alltaf samlíf. Kynlíf. Það er smekklegt orðið yfir.
Hvað finnst þið kynlínu eitthvað slæmt orð? Nei, með samleipa smeklara. Herru, hendu þér á prentarinn og segðu Steinda koma. Hvað hann að gera? Hann stendur bara að klappa höndum. Hann hefur verið að borða eitthvað. Herru, þá Egill farinn fram og Steindi Junior mættur. Þetta ekki óþægilegt. Hvað sagði hann við þegar þú labbaðir inn? Hann sagði, ertu að klappa? Já, hvað varst að klappa? Ég var bara eitthvað, hugsa eitthvað lag eitthvað, ég veit ekki okkur. Þú varst að klappa? Já, ég var bara eitthvað, í mínum heimi. Herðu, hvernig ertu? Ég er bara heldur góður. Ég bara skil ekki alveg hvað að gera. Ég er bara að vera einskilin. Ég nenni ekki að vera þykjast vita hvað ég er að gera. Ég bara veit það ekki. Ok, svaraði bara. Það er eina sem þú varst að gera. Mér fyndi þetta að fyrir mig þekki ekki og annar ekki að fyrir fram að fyrstu 3 árin F95 blöð, þá voru alltaf bara 2. Þannig núna finnst mér eitthvað svo fámettur en bara 2. Já, það er skytið. En samt svona notalegt sko. Já, ekki spurning. Ertu ready? Já. Ok, þannig að þú svara bara, ég þarf ekki að útskrifa meira fyrir þér. Ég held að allir hlustendur vita hvað er í gangi. Já, það er náttúrulega erfiðar að vera á staðnum. Þetta er eins og að vera í quiz eða eitthvað. Það er lettar að vera heim í sófanum. Nei. Fyrsta spurning, hvar líður Agli verst? Hvað líður honum verst? Já. Honum líður örugglega verst á nóttinni ef hann er vakandi. Ég er svona, já. Þá sko, hann alltaf Já, það er, hvað, veist? Honum líður illa á Íslandi í janúar. Það ætlaði að bara segja Íslandi. Já, sko, já, það er þetta að vera. Já, sko, veist þú svörin hans eða? Já. Nú, þarf maður að segja sitt líka? Nei, ég veit hvað hann hélt að. Nei, ég spurði hann ekki hvar líðu þið veist. Ég spurði hvar heldur að Steinda líðu veist. Já, ég myndi alveg giska því að ég held kannski að vera að gefa mér að það var ekki það var svar. Nei, ok. Ég myndi alveg hugsa að hann myndi segja hvað líður mér vest. Ég geti trú á því. Hvað er þetta, Ólafur Ragnar Grímsson mættur þarna? Kóngurinn? Ha? Hvað er hann að gera? 20 ári í bransanum maður. Hann er bólar sko, býr í Mosó. Ég heit hann stundum, hann er bara í búð og út að labba með hundin. ADHD, hann verður að minka. Hann var bara að fá sér kaffi að það. Ég ætla að heilsa. Þú ert ofta eins og hundur, þú mátt ekki sjá neitt, þá ertu bara dottin út. Ég er bara laka til að komast úr þessum lið svo ég geti fara og spjalla hans við hann. Hvað líður Agli vest? Það er að segja Íslandi í janúar? Já, ég ætla að segja það. Það er annarkur það eða vera illa sofin, þú veist, á kvöldin og aðrið með að sopna. Ég ætla að segja Íslandi í janúar. Hann er aldrei á Íslandi í janúar. Ok, hvaða flokk finnst þið líklegast að Egill kjósi í kostningum? Komandi kostningum? Og saman ég sagði við Egill á hann að góða við núna er enginn að svara hvað þeir ætla að kjósa eða veit ekki hvað ætla að kjósa, bara hvað finnst þið líklegast að hann myndi kjósa? Ég veit ekki eins og sko, hvað Egill stendur þannig við höfum aldrei rætt pólitík. Já, ég held að ég geti nú svarað þessu. Það er svona hægri kall. Meira en vinstri, það er nokkuð ljóst. Sko, málið er að kostningarna sem verður framöndan núna, það er ómögulegt að gíska hvað hann hefur sagt að því að hann er ekki búin að svara. Já, auðvitað. Ertu ekki að ná þessu? Nei, ég ætla bara að svara spurningunni. Já, hvað finnst þið líklegast að Egill kjósi? Sko, þú veist, samkvæmt könnunum eru bara allir flokka með svona 18-20%. Og eina sem ég veit er að Egill, hún veist leiðilegt að borga skatta. Þannig að ég er að spá í hvaða flokkur er með það. Ég er náttúrulega ekki alveg dýp í þessu sko. Ég ætla að segja þetta sé annarkvort miðflokkurinn eða sjálfstæðisflokkurinn. Ég ætla að segja þetta sé. Ég ætla að segja, heyrðu, þetta er ekki Ólafur Ragnar. Ég sé bara, já, sorry, þetta er Sigurður Ingi. Því að það er blörru rúðar í það. Frábært, og þú ert ekki með gleru. Það er okkar maður. Já, þetta er allt okkar maður. Okkar þumalringi sko sem er bara. Horfðu bara á mig. Ég ætla að segja þetta sé sjálfstæðisflokkurinn. Sjálfstæðis, þannig að þú segir XT. Þá er það þriðja. Hvað finnst Agli óþægilegast? Ég ætla að segja miðflokkurinn. Sorry, ég bara endurhugsaði svarið mitt. Miðflokkurinn. Það er algjör Egill sko. Síðasta spurning. Hvað finnst Agli óþægilegast að ræða? Honum finnst óþægilegt að sko, Egill vill helst ræða bara við alla í gegnum tölvur eða síma. Þú veist, hann vill ekki skilur ræða. Þú veist, það er ekki að tala um símtal, hann vil bara skilabóð. Já, en ég er ekki að tala um það, ég er að tala um hvað finnst honum óþægilegast að ræða, segjum sért á staðinu með honum. Já, ég sko, honum tilfinningar. Ég hef aldrei heyrt að ræða um tilfinningar. Ég hef aldrei heyrt Egill tala um bara, herru, mér líður bara illa í dag. Þetta er vel, eða ég er ekki nógu góður. Veist það, ég held að þú er bara komið með besta svarið þannig. Sko, Egill, hann er ekkert mikið að ræða tilfinningar sínar. Nei, með að við gerum kannski ómikið að því. Það er hægt að finna milliveg. Já,
En við gerum það sérstaklega þegar við konum hans í það. Já. Við finnum á Trúnó. Já, ég elska gott Trúnó. Sitja eitthvað staðar og sérstaklega. Mér finnst það gaman. Já, og málega króksarnir sko dyrka. Þannig að ég tek, öll mín Trúnó eiginlega tekin með króksurum. Er Mosó ekkert á Trúnó? Jú, ég er að bulla. Mosó-líkandi farin inn á Trúnóin sko. Herru, þá erum við búin að byrja okkur eiginlega ekki að breyta hann bara að tala við Sigur Inga. Já, ég ætla að kalla hann, var þetta ekki Ólafur Ragnars? Ég gæti verið að breyta í Framsóknarflokkinn. Sigur Ingi náttúrulega það. Þeir voru að hittast. Þannig að það gæti verið að hann sé orðin grjótarður. Herðu, ok, þá fyrir við yfir þetta, drengir. Ég held þetta myndi vera aðeins negrað því að það voru bara 3 spurningar. Var þetta ekki Sigur Ingi? Jú, ég var að veltast heim Steindi held þetta að vera Ólafur Ragnars. Sigur Ingi er nýji bestu vinur minn. Ég sá bara hérna í gegnum blöðinu. Já, við vorum alltaf þeinum. Hann er bara viðtölu að bylginni. Ég sá hann að passa það, þetta er ruggla lið sem er hann einum með. Já, það partí er hart sko. Er þið tilbúinir, drengir? Ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil, hvar líður Steinda verst? Hvað heldur hann að hafa sagt? Skilur þú þetta alveg? Nei, ég er Hvað átt að segja hún? Sko, ég er að spurja þig. Mig? Blöð, þólimæði. Þolinmæði? Strákar, er ekki svona flókið. Þú ert alveg börn og þau gera mistök. Ef þú grípur hausinn og segir það er ekki gott. Ég geri það stundum. Nú áttu að segja börnin mín er ekki fertur. Nú áttu að segja, Steinþór og Egil, við báðu skilum þetta ekki. Ok, Steindi, við erum báðir. Hann skilur þetta ekki heldur bara. Nei, frekar heimski. Steindi, þú átt að svara núna. Já, ok, hlustaðum. Þú átt að svara. Ég spurði Egil hvað honum líður best. Ok, sorry. Nei. Ok, þolinmæði. Ok. Ég sé þér ekki þess að reyna að finna Auðun, þín viðbrögð eru ekki að hjálpa. Byrjum þetta aftur. Nú ætlum þú að vera að slaka þess á. Steindi, ekki með hann. Ég heyri þessan tón. Það gefa Steinda tón eins og að segja hann Ég held að Simmi D hafa verið að lappa þetta líka. Það er rosa. Hættu að horfa út úr gluggan. Steindi, ég spurði Egil af því að Mundu, þú átt að svara. Ég spurði Egil áðan hvar líður Steindar vest? Hvar líður Steindar vest? Hverju svaraði? Það er allir að fá heila blóðfallir minni sko. Hverju svaraði Egil þegar ég spurði hann hvar líður Steindar vest? Þú getur útskipt þetta aðeins betur. Nei, ok, ég skilji. Hann heldur að mér líði sem sagt vest. Akkurat. Hanna. Já, hann heldur að mér líði vest. Þegar að ég myndi væntanlega halda að hann hafi sagt að þegar ég fyrir í ræktina, í gimmið. Það er rangt. Nei, þú ert heilsanum 1 og 3 núna, Steinþór. Egil sagði að þér líður vest allstað það sem er luxus. Þú vilt ekki láta það ná myndum að þér þar eða sína frá neinu eða ef hann væri á snekju eða engaþóttu þá mætti enginn taka myndaði. Þér líður vest það sem er luxus. Ég ætla bara að segja þetta sé eiginlega rétt hjá hann því að þegar, sko, yfirleitt þegar ég er í einhverjum luxus þá er það eitthvað sem Egil hefur dreif mig. Þeir líður ekki vel þar. Nei. Segjum við varum á snekju, og þú væri með kampaðinsglas á snekju og ég myndi segja Steindi mynda okkur, þú myndi segja bara nei. Já, ég veit það. Ég bara, það er ég meina ég var punkt. Þá spyr ég þig, Egil. Ég spurði Steinda sömu spurningu, hvar líður Agli vest? Hvað sagði hann? Sko Nei, Steindi, nú er ég að tala við Egil. Já. Þetta er svona sem ég sé með tettum að tegja. Akkur fór Steindi að svara? Ég veit það ekki. Hann er bara ekki að ná þessu. Átti hann að svara fyrir okkur báða? Nei. Ok, sko Manstu, Egil á svara. I know the answer. Eina sér að velta fyrir mér. Já, af því að þú sagði það. Ég veit það. Nú er ég að hugsa hvar líður mér verst og það Steindi það mikið kringum mig að ef ég finn svarið þá kannski ég Steindi með það. Akkurat. En sko, mér líður oft ekkert mjög illa. Ég er bara eitthvað neginn bara dísel. Heldur góður. Bara mallar. En jú, það sem poppar upp er þegar ég á okkur álfuru ógeð sæna minna okkur 1-2 hótel ógeð, álfuru ógeð. Engemistig, hann sagði Ísland í janúar. Það er hár rétt hjá hann, við ætlum að gefa hann punkt. Okkur datt með það ekki hug. Hörðu, ég geti gefið hann punkt þetta er besta svar sem ég heilt. Ég meina, þú kýst að vera ekki hér í janúar. Nei, ég mun aldrei vera á þessu landi í janúar. Nú koma kannski stig, ég ætla að byrja þér Egil núna, ég spurði Steinda hvaða flokk finnst þið líklegast að Egil kjósi? Steindi kjósi? Nei. Jú, nú hlýttar það mig. Þú það spyrir mig eða ekki? Ég spyrir þig. Hvað Steindi kjósi? Nei. Hæ?
Strákar, þetta Já, hvaða flokkur held Nei, hvaða Þetta ekki að spura mig hvað ég held að Steindi kjósi Held ég að þú kjósir Ég er búin að spyrja það hinnu Hlusta það Egil Já Vertu bara Hvað Steindi heldur að ég kjósi? Já Akkurat Alveg svo ég spyrja Þetta er ekki bara Ok Shit, hvað er flókið í það maður? Þetta er flókið Þetta er bara ekkert flókið Þetta er bara mér langar að fara back to school Ok, hlusta Billy Madison Já, Egil, hlusta bara Besta mynd sem gerði það verið Egil, ertu að hlusta Hvaða flokk finnst Steinda líklegast að þú kjósir? Sko Svar núna Svar núna bara aggressífu blöð Ég hleytið með að hugsa þetta aðeins í nokkur sekundur Svar núna? Hvernig fórum við svar núna? En munið þegar Chris Farley Ég held að Donald og Chris Farley stálu nestinu Ég myndi halda að Steinþór meti það þannig að ég sé að dansa hérna öðru svona hægra megi við miðlínu myndi ég halda Já. Hvað er svarið þitt? Og hann er líklega að meta það að ég fari D Viðreisn eða M Það er svona mitt faglega mat, ég sé með þetta eitthvað þar Já, hvað heldur hann að sagt? Og það er the motherfucking question Þetta er 30 Ég verða að fá svar Ég veit að blöð púp Ég held að Steindi sé að segja Ég sé að kjósa Svar Gisk Viðreisn Nei, hann sagði miðflokkin Fuck! Steindi Ég geti komist yfir Hvað heldur að Egil hafi sagt að þú myndi kjósa? Ég held að hann hafi haldið að ég ég er alltaf mikill gnarsmaður fólk veit það, þannig að ég held að hann hafi gískað að ég myndi taka gnarni Viðreisn. Það er rétt. Næn! Komin yfir. 1-0! Já, það er ein spurning eftir síðasta spurning, ég byrja á þér núna Egil, sjá hvort þú getur jafnað þetta. Ok. Hvað finnst, ég spurði Steinda, hvað finnst Agli óþægilegast að ræða, hvað heldur hann að sagt? Hvað finnst þér óþægilegast að ræða, hvað sagði Steindi? Hvað heldur Steindi að þér finnst óþægilegast að ræða? Sko, mér, svona ángríns, ég held ég geti rætt flesta hluti. En ég get gefið Steinda eitt, ég gat ekki verið meira sammála þegar hann sagði þetta. Ég kannski ekki mikið að ræða væmna hluti. Ég er ekki mikið, nenni því ekki mikið. Ég er ekki mikið... Það er að tala um tilfinningar? Já, ég er ekki mikið í því, til dæmis. Og það er rétt svara. Það er rétt svar. Það er ekki... Að kalla þetta væmna hluti. Býtu, er 1-1. Það er 1-1. Þú verður að drulla. Ég er til í jafntefli. Hvað finnst... Já, Steindi, ég spurði Egil, hvað finnst speklar þetta yfir? Já, hvað finnst Steindi óþægilegast að ræða, hvað sagði Egil? Ég ætla að giska á hann hafi... Þeir eru loksins búin að ná þessu. Já, sko, þá eru við nýbyrjað. Þá eru við hefum átt að hafa svona 4 viðbótar. Nú eru bara komin... Nú er ég búin að fatta þetta koncept. Já, ég verð með sama koncept næst. Sko, málið er það að ég held að hann haldi að mér finnist, þú heyrir þetta er alveg flókið, að sem sagt, mér finnst óþægilt að ræða, mér langar að segja stöðumalavörðin. Ég ætla ekki að gera. Nei. Ég er að velta steinu með þá. Ég verð að fá svar. Já, ég verð að vinna þetta. Það er 1-1 eða ekki? Já. En sko, Steindi, hvað heldur þú að hún finnst? Jafntefli bara gegn. Já, ég ætla að segja að hann haldi að sé hérna á hlið. Samlífið. Já, hlið. Það er rétt. Það er litlu sigrandi. Og við skuldum auðlýsingar og það fyrir löngu síðan. Steindi, til lukku með sigurinn. Takk alveg. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er að hlusta FM 957 hér á FM 957 og já, þetta eru þeir David Guetta og Usher með Without You. Og klukkan, drengir, þetta er búið að líða hratt, klukkan og rúmlega 5. Já. Og bara svo vitið það, þá er, nú, veist, oft segir maður, það eru allir að senda, en það, ég er búin að fá yfir 10 skilaboð, þar sem að fólk hélt að þið væri bara mikrodósa sveppi inni, það verið ekki að fatta þemaðið í... Sko, mér langar í sveppi. Þekkið ekki. Mér langar í sveppi. Ég er ekki að tala um að taka litla gilsa 5 grömm sveppi og labba með penisnum, sko. Ég tala um bara mikrodósa sveppi. Ég meina Compass Pathways er að vinna með það, nýtt líf að mikrodósa. Máli, ég sá að Rikki G senda okkur í chatinu núna. Já, sko, það var fullt af fólki að senda þetta. Nú þarf að sé, nú veltaðast einum. Við erum með einhverju chati hérna og Richard er þar og hann var að segja, eru þið að mikrodósa hann í stúdíónu? Rikki, þú varst að skreita heima hjá þér 8. nóvember. Þannig að hann er eitthvað allt öðru hættu að sveppur. spurja fólk hvort að segja mikrodósa eitthvað
En það sem að ég að segja ykkur, það voru allir búin að ná þessu þema nema þið, en við ætlum að fara núna í eitthvað sem að þú skilur og kannt eitt og það er spurningkeppni Gilsarans. Yes. Þú lítur nú að höndla hana. Já. En okkur er opin hurðin, hvað er svo hafðu hurðin opnað? Ég var lokað í það. Hvað er lokað henni? Hvað er það, truflað eitthvað? Já, þetta er weird, ég öskroft hluti, það heyrði það fram. Það er enginn fram í hérna. Hvað? Herru, við ætlum að fara í spurningkeppnina og það var King of Laughter í tilefni því að... Nei, King of Laughing. Já, Laughing, fyrir ekki það. Þú ert að byrja með bannað að hlæja. Næsta föstudag, já. Skýring á þeim frábæra þætti og setur 6 fyllibittur í borð, segir að þú lætur fólk hlæja fyrir stig, ef þú hlærið fyrir mínustig. Hárrétt. Sem er drullu gott koncept. Já, þetta er ekki flóknir af það og byrjar eftir nákvæmlega viku. Hluta það að þú settir mig með Hjöpa sem er einhver besti þáttakandi in the history of mankind í eins og leik. En það er eins og það er. Hjöppi var í stuði þarna, ekki honum það. Hjöppi er hérna að setja baka aðgerð í dag, við setjum kærleikskveður. Er hann búinn í aðgerðin? Það var ég bara í gær. Já, ok. Með bakið? Já, ég þarf að fara í Fatakauður okkar besta mann. Ég ætla að heyri á hann hvernig það var, ég þarf að elta í þessu. Það er eins og með Hjöppa í bannað hlæja, ef þú færð hann í stuði þá er ég lengið finnari og hann mætti í stuði. Herru, hvað ertu með? Ég er í stuði í dag. King of Laugh, eða Laughter, nei hvað var það? Veitir hvað ég er að gera klukkan 08:30 á morgun? Það ert að hella í þig. Ekki morgunin? Jú, morgunin blöð. Hvað er að fara að 08:30 fyrramáli setja ég á Jómfrúnni á flugvöllinum. Já, það bara til tenni. Ég er að setja á The Gram. Það er þetta rosalega. Ég er fyrsta Conner-vídeóið fyrir áhuga sama. Detti inn á sunnudaginn klukkan svona... Ég veit ekki, kringum hátíði. Herru, ég var virkur á Instagraminu fyrir þig, úti, mástu? Já, þetta er stóri, en það var vantarleikur í húsinu, það ekki? Jú. Já, þú veist, þetta er stóni sem ég elska. Já, Steindi hendur að græmi Tindó voru í húsinu, þannig þá getur hann hætt á græmi. Herru, byrjum þetta. Hefur þú hlegið að brandara, svo skildir ekki, ná hlossa, þú vildir ekki vera fucking asshole. Já, það hef ég gert. Er það ekki? Jú, líka bara maður hefur ekki heyrt, kannski heyrði seinni helmingina og maður hló svona með. Ég held svona ángriðis, ef alveg henskilin, ég held ég skilji svona 1 brandara törn 10 en ég grenju hlátrið. Ef þú segir mig brandara, segir mig sittum á kaffistofunum og félagarnir, segir brandara, ég grenja. Maður bara passa sig að vera ekki eini sem bara svona fatta þetta ekki. En þá þetta er svona meira í fylliti. Feiklátur þinn blöð, við varum á kaffistofunni. Blöð geggar í feiklun. Ok, segðu eitthvað brandara núna og segðu bara svona. Og segðu bara fór kindir labaður í göttunum sem kom á Tómas og það var sem gerist. Já, það sé það ekki. Þetta er eini hlátur sem ég þekki. Frá þér. Góður. Þetta er alltaf að feikla í okkur. Já, heldur í alveg hlægið okkur eftir 14 ár. Hvað er næst? Egil alltaf þurfti að æfa hláturinn sinn. Hann breytt hlátur. Hún fannst hláturinn sinn ekki góður. Ég rótir aðeins. Ég sé alltaf hvernig Egil er að hlægja alvöru hlátur og hvernig ekki. Hann breytt honum. Ertu að fara að fylla höllina 31. maí grenjandi úr hlátri? Ég vona Vonaða punktur og blöð. Þú gleymdir að þú bæta við stóru höllina. Þetta er ekki litla. Við erum hættir í litlu. Það geta allir hvaða trúðu sem er fyllt litlu. Já, herru, hérna. Ég komið í stóru nú. Herru, já frá okkur báðum, takk fyrir. 2-2. Hefur þau verið sitjandi í business class grenjandi úr hlátri með félagarnir í Monkey? Nei, ég held ekki. Það hefur gæst. En veistu hvað hann var? Hefur aldrei verið, ok, og aldrei setið frammi í business og Svanþór eða einhver fyllibött og Mosó var aftur í með beer. Veistu, ákveðu, ég fór að hugsa ég hef aldrei verið eitthvað grænið úr láti, svo fattaði ég að ég þarf að fá jáðna, en þetta er að því að Sveppi, þá var Íris að vinna í Icelandair, Sveppi vorum á leiðin til AC, Sveppi fekk first class og spurði, herruðu, má Öddi koma að setjast hjá mér? Hún sagði já og við sátum fram í grenjandi úr hlátri af því að Sveppi er finnastumar Íslands og strákarnir voru aftur í. Er það ekki? Þannig ég fæ búnt. Stendi, ég bara sjáðu uppundi. Íris hefur aldrei gefið mér sætið þetta fram í. Þú lappar neðast en DRBL, lappar alltaf einn og fær beint til hægri. Ég fer bara með þeim sem ég er með. Ég fer ekki eitt fram í og vinur minn aftur í. Sveppi gerði það reyndar, hann fór bara eitt fram í fyrst. En ég skil þig, skilur þú veist, af því að þið var bóðið. En þú veist, þetta er eins og við þrír myndum fara að vera skrítið ef einhver eitt færi fram í. Nei, ekki skrítið. Ég myndi alltaf gera. Ég elska því að uppgöta og vinir minnir eru aftur í. En þá er miklu skemmtilega að vera. Það mistur allir stemmingunni. Viltu ekki vera með okkur í Yatzy? Já, ég er með frítt shampoo, það er umulegt það. Og free wifi. Já, vá. Hefur farið í free wifi? Hvað mennur, ef ég myndi vilja drekka kampaðin? Free wifi hér núna í húsinu. Ég gæti farið í Ríki og keypt mér kampaðin og hangi á netinu heima á mig, sko. Spurning nummer 4. Maður er bara í útlöndum, bara í flugi og maður er að röfla og hlær fólk að þér.
Sko, með okkur eða af okkur? Hvað sagði þú að snúa út úr öllu sem ég spyr hérna? Stæðu, eins og maður gera það að byrja þetta. Þú vilt náttúrulega ekki að fólk hlæja að þér. Þú vilt að fólk hlæja með þér, sko. Já, þú vinnur við að fólk hlæja. Já, vonandi með mér. Vonandi, þú veist. En minna, ef þú ert að gera eitthvað fyndið í draunum, þá er fólk að hlæja að þér, ekki? Jú, 100%. Jú, en þú veist, skilur þið viti. Jú, ég held við fáum líka bæði. Ef þú trúður í, segjum að við ráðum sem trúður í flugvél, Björki Tómyndur ráðaði þessu trúð. Það hlægir hann að þér, eða ekki? Jó, sko, þá er ekki með þér. Nei, hann er að hlæja. Jú, ef hann að segja góða sögu, þá er hann að hlæja með þér. Já, ef hann að blása upp blöðrunar og með það allt. Já, þú veist, ég er að segja. Þá er hann að hlæja að honum. Já, ég er að segja, ef hann er bara að sjá hann að fokkin fá þetta, maður, þetta er alveg, þú veist, þá er hann að hlæja að mér. En ekki með mér. Viltu að segja hlægi með þér? Ég vildi segja að það væri betra, sko. Ég veit ekki hvað er betra í þessu. En heldur ef að Björki Tór myndi fá steinda í vélina sína, þá væri hann að blása upp blöðrur eitthvað? Já, ef hann vill fá mig í vélina að blása upp blöðrur, þá mæti ég bara. Og bara, þá er hann að hlæja að þér. Já, en málega drengir að, þú veist, fyrir mig er bara með mér, að mér, skilur ekki. Já, bara á meðan fólk hlær. Ég segi já. Blöður að þú yfir, heldur að, shit, hörðu. Ok, shit, ég er að fatta hvað er heimskur núna. Ég er með 2 spurningar sem er mjög líkar. Takk það bara aðra þeirra þá. Ég verð að taka báðar að ég er bara með 7 total. Já, hafðu það bara 6. Ok, ég ætla bara eitthvað við. Það eru svipar. Nei, hafðu það bara 6. Minkaðu bara. Þetta þarf ekki að vera 7. Þetta má vera bara 4. Hafðu þetta bara 7. Ok, fuck it. Heldur að ástæða verið því að þú sé svona mikill kvennabósi og þú átt auðvitað að gælur hlæja? Kvennabósi? Það er rosalegt orð, það er að kvennabósi. Ég held að það sé bara ekki. Ég myndi að halda nei, ég veit ekki. Ég hugsa að Rakel sé samt með mér út að Já, sko, ég held að segja já. Ég held að fólk Heldur það sé ekki your six pack eða? Nei, ég held að, ég meina Þú ert að koma með six pack, þú byrjar að rífa það í gang? Já, ég meina, þú veist Ég segi já líka. Ég held að það sé miklu meira karakter heldur en útlit. Ég segi ekki karakter, ég segi comedy. Já, það skýt saman á karakter. Það er hluti af karakter. Ég held að mjög falleg manneskja getur orðið frekar bara svona ef hún er mjög leiðileg. Ég ætla að elda þetta, ég segi já líka. Ég ætla að segja já líka. 2 eftir. Hlærðu þú oft að þig hvað mikill gellusegull? Sama spurningu varst það. Já, þetta ég ætla að vona að þetta séu 2 spurningar sem voru eins. Já, ég segi nei við þessari, þetta er hræðilega spurning. Gellusegull? Gellusegull? Bara alls ekki. Þið eru það sko. Þú varst basic. Ég lofa að ég verið báður og lausum og það væri bara svo gangandi gellusegull. Nei, þú varst basic láðan að spyrja okkur, hlæja konunar ykkar ennþá að ykkur. En núna varstu að Það sé ekki spyrja því Hvað er bara með síðustu, klárum þetta Hefur opnað heimabonkaðinn grenjað úr hlátri og at the same time fengið Það er að kameran Það var alltaf ít Þú ætlastu röglega Það er alltaf gróð Sástu andlið Það svag bara kippurinn sem kom í andlið þegar hann gerði þetta Það er myndið að klárast Ég hef aldrei eftir að ná að erase that memory Það var agalegt Það er bara þegar recap stóni punktur og þér myndi jafna þess að Já, það er ekki bara Ég man ekki eins og spurningi Sástu andlið Já, ég sá andlið Hann er alltaf að íkja meira hann að sér hérna Nei, það er 5-4 blöð Þetta gæti verið X Stendi, seinskilu X og það var 5-5 Nei frá báðum, eðlilega Manni Og þú er líka með þáttinn Er ekki svolítið bara einhvern veginn Reyndar er banna að hlæja þar Þetta skilið Ég er bara að teka hann að segja með mér Þessu litlu segra sem skipta máli Við skuldum auðlýsingar FM 957 Þetta er sérstaklega að spila fyrir Hjörvar Hafliðarsson Þetta er hans uppáhaldslag Dr. Fútból við Óskum honum skjóts Bata kveður Já, hann var að koma úr aðgerð sem hann safnaði fyrir á Tenerife og ég held að hann náði upp í þessi 10% sem hann ætlaði að safna upp í og þetta er samt svona ölligann slepptu maður er alltaf hrættur að fara undir hnífinn Já, þetta er það og ég er að fara í, var þetta ekki brjósklós aðgerð? Þú er með 3 Hann er búin að vera degi í bakinu sko, þú er búin að vera að segja mér held ég núna í góð 10 ára og sett með
tvöfald brjósklos, þannig að þetta eitthvað sem þú getur þurft að skoðast og ég, og bara ég með allt, ég er búin að fara til læknis sem fá vottorð, ég þarf bara að sæna láta ykkur skurðlækni að fá þetta, bara skerði þetta. Það er bara þannig, en ég fer að drífa mig í þetta. Við ætlum hins vegar að fara í How Do You Do Fellow Opos, en Steindi batterislaus. Já, ég með þetta núna, ég þarf bara að hlaða hann á milli lag. Ég fór næsta lag, púp. Það er bara þú og kona mín sem einhvern veginn bara hlaði ekki síman eitthvað sem er alveg ótrúlegt. Steindi, maður kom með klikkað hugmynd. Þið finnst þetta ruglað. En ef þú ert með hlöðslæki í friðun á náttborun hjá þér. Já, ágæslega sniðugt að hafa það þar. Og þegar þú fara að sofa, set í hleðslu. Og ferð í nærbuxunar, í hverju sefuru? Ferð í nærbuxunar, lítur að fara í hverju sefuru? Sefur á titlinglum það? Ferð í nærbuxunar? Segðu bara hverju sefuru, ég kom þá viðkvæmt með hverju sefuru. Ég sef bara í stöpuxum. Já, ok, farið þær. Settu síman svo í samband. Þú sefur ekki í stöpuxum og bólið það? Nei, ég sef bara í stöpuxum. En ef ég er, þú veist, ef krakkarnir er í pössun, þá kannski sefum maður bara nakin, skilur. Mér finnst það mjög þægilegt. Sefur á titling? Ég er að segja, mér finnst það. Ég hef aldrei heyrt þetta eins og hvað meinur það? Ég sé þetta í bíómyndum og fullt af fólki sem gerir það. Út af menn segir þetta að vera cool. Ég sé nakin. Ég sé nakin. Þetta gerir engan graða sko. Menn halda þetta að gera alltaf graða sko. Í hverju sefur þú Siggi? Ég sé nakin. Já ok, ég ætla bara heim að fróa mér byrja þess. Það er öllum drullu sama. Ég held að fólk samt finnist það mjög næs. En bara þú veist að mann er ekki að fá. Þú veist maður þarf að vera í stöpusum. Ok, þannig að varstu þú alltaf nakin eða? Nei, ekkert alltaf. Þú veist, þetta er bara hvað er það að tala? Það er ekki að hlaða síma. Einhver punktur var, þegar þú fara að sofa hladdu símaði. Segir maður hladdu? Ég veit það ekki, bara með lággendastúlífinu að fyrir 97, ég veit það ekki. Þú voru að hlaða síma. Hei, ok, skeitt ekki máli. Við erum með annan lið hér sem að heitir Syngdu lagið. Þetta er liður sem að mér þykir mjög vænt Ég þarf að vera með tæmurinn. Þetta er að koma aftan að mér hérna. Sko, daginn, þá lét ég ykkur fá 3 algengustu orð bara sem að til eru í lögum. Ég er búin að googla þetta. Ég er ekki með AI eins og þú. Ég verður örugglega svo síðasti á landinu til að fara í AI. Sko, ég er enda veit þegar þú segir að þú ert ekki með AI þegar þú ert tæknilega bara heftur. Takk. Hvað er ég að gera? Steindi pakka mér alltaf saman. Við erum að syngja lag sem byrjar á einhverjum staf. Einu heldur orð. Já, sko, við erum að fara núna í 3 næst vinsælustu orðin. Hvað eru þau? Akkur þetta fletta blöð. Er það sama? Út af því hann er með handskrifuð blöð. Nei, býtu hvað er að gerast hérna? Handskrifuð einu orðin. Ég var búin að googla það, býtu. Ég verð að finna það hér það. Ég skrifaði söm og síðast. Veistan er hann er að klikka á. En af hverju skrifaði þetta ekki í fartöl? Býtu, ég var síðast með Life, Sorry og You. Nei, ég segi bara ef við ekki að taka hana lið næst bara. Nei, ég með þetta, ég er með klukkuna tilbúin og ég með þetta hér. Það er ekkert á Hérna, the most common words in song titles. Ég er ennþá með þetta í tölvunum minni, ég er ekki að með alltaf blöðum. Skrifaður gamla upplýsingar niður. Skrifaður þetta í tölvu og á blað? Nei, ég skrifaði óvart hérna 3 vinsælustu aftur. Herru, þú getur tengt svolítið við pappa með blöð, af því sko hann gerir. Hann skrifar allt sem hann þarf að gera á muna á kaffipoka. Hann er bara með svona 300 kaffipoka. Það er maður hús heima á sér. Ég er bara alls ekki það samt. Og er alltaf að leita einhverju stöffi á þeim. Herru, hérna er þetta, þá er ég að skrifa það niður. Segja eitthvað skemmtilegt með hann. Þetta er hérna. Blöðbú, má ég að segja eitt hérna. Mér finnst þetta ósangjant liður. Því að verst, ég er góður í bíómyndasetningum. Ég er lélegur í textum á lögum. Já, þú verður bara ég er ekki ljúað ykkur. Ég er ekki að reyna að vera að fyndin eitthvað. Ég get ekki sungið engan texta úr engu lagi. Hvernig á ég að vinna Steinþór í þessu? Ég sverða, ég er á sama stað. Nei, legari, þú vinnum alltaf í þessu. Nema íslenskt. Nei, þetta er rétt hjá mér, anskotin. Ok, herru, eru tilbúinir? Ég er að muna núna, ég var að sjá hverju eru 3 vinsælustu. Ég með þetta rétt, ok, ég er með tíman hérna. Er allir ready? Þið fáið mínútu. Þú varst að stríða mér og Steinda og þetta er jafn heimskur og við. Já, ég skeit hérna, það verður að viðkynast. Ok, tilbúinir. Fyrsta orðið, ég er að lækka hér og hérna þið fáið stig. Don't you wanna play with my dick? Er það svo að segja? Play, nafnið er orðið play. 1, 2 og... Er þetta play? Nei, 1, 2 og live.
Life It's my life. Ég var með Life Life is in Herðu Það er sitt hvað hlægir Hvað er þú með séru? Fyrir ekki Life Life is in knowing little Nei, samanlega ég með Nei, þú varst með It's my Hann life bjóð til Þú ert lag með Bon Jovi Nei, þú varst með Time Já Nei, ég er með Life Já, Nei, það er Time sem þú ert að segja Time It's my life Já, það er komið Life goes on, Tupac Syngdu Life goes það on Þú voru að syngja Hvað sagður Ég þarf þú að rökkið á læginu Detective Asshole Syngdu Ég þarf að fá live í lagi Gekkja söngur Egil, reyndu að Nei, syngja er hann að mumla því? Life goes on með Já, Tupac hvernig er það? Hvernig er línuna? Þetta er rappla með fullt af texta Life er ekki mörgum lög og spáði Þetta Ég á líf Nei, ég þarf á ennsku sem er samt life Þú ert ekki komið stig Ég þarf að heyra Enska útgáð Í alvöru? Nei, þú verður að syngja Ég get rauðla Já, rauðlega Ert þú hættur í? Nei, I have life Nei, Ég á líf Time Herru, þetta er búið Nei, byrju, það var ekki búið Það er 1-0 fyrir Agli Always look at the bright side of life Nei, Monty þetta var Python. seint Já, en það voru seint Nei, Tíminn var nei. runninn út. Hey, Ég hvernig heyrði skoða? ekki Jesus Cry Christ En þú baby getur ekki sagt bara lag sem heitir þetta Já, Þessi liður heitir Herru, hann- Syngdu Ég lagið veit það málið Er að ég ekki bara mínustig man fyrir ekki- að svindla? Þú veist, Hann Ég var man ekki að ekki svindla. Ég man Víst, bara hann ekki erindi Hann reyndi að svindla. Gamalt rapperindi með Tupac Ég man það ekki Ok, Reyndu þá að var þetta ekki svindla og þetta verður mínustig 1-0 fyrir Steita og Egil Nei, fyrir Gilsa. Egil, þú verður að gera mér eitt greiða Hætt að spá í honum og reyndu að fá fleiri stig En ég er bara að reyna að blokka Hann er að vinna. og vinna sér keppnið Poop Næsta orð og það er mínúta eins og síðast rengir og vandið ykkur, þeir eru ekkert Þetta er eðlilega eitthvað lélegir. þægilegt, það er Einn, eitthvað tveir skrítin og- orð. Sorry Sorry mama let me down Eminem Já. I'm Stig. sorry Bieberinn ja, Syngdu lagið? Baby I'm sorry Nei, það er ekki svona Það er að bulla Nei. alltaf Ha? Nei, það er ekki I'm svona sorry Nú þegar ég Baby, sagði I'm leggja sorry. höfuðbeiti Baby, I'm Það sorry. er ekki Baby I'm sorry, ég veit hvað lag þú ert að tala um, það er ekki svona Máli, hann heldur ekki þetta sagt nöfn og lög Egil, hætt að spá í honum og reyndu að Ok. syngja lag Sorry baby Máli, ég er ekki vissum að sorry Var það sé í ekki? mörgu lögum og Nei, sorry þetta er bara 5. vinsælasta orðið í heiminum Ha? Hvað Sorry segirðu? Sorry baby Sem er hvað? Mannaði ekki, var þetta ekki eitthvað? Nei, þetta er Nei, ekki nei. neitt I said I'm sorry Þegiðu steindi, þú verður að læra að þegja líka Never let you Máli, down. stundu það maður að læra að Þetta er þegja Eminem Ég fór með það Þú ert komið með þetta Býttu sko Rengir Bíddu, það var eitthvað að poppa upp Ekki Býttu tími Það var eitthvað En okkur nærði ekki bíbilæðinu Já Okkur syngur það ekki? Ég bara, þú veist Það er búið Is it too late now to say I'm Sorry. sorry? Var ég Já. ekki að Nei, því? þú söngst það ekki Nærðu, það er Ó, búið hvað er staðan? Það er 1-0 fyrir Nei, það er 1-1 Já. Hann fekk Eminem Já Hvað er mikið eftir? 1 orð Ná, þetta er alltaf 3 orð Reytu Er þið tilbúinir? Já, já Ég er ekkert aggressive Nú, smá. Ok, þið hljótið að ná nokkrum hérna Annars er eitthvað að ykkur 1, 2 og orðið er Nokkur. you You, I like you Új You Þetta I var like maður. you, I like you hættu að er hugsa um hann. mínustig Hættu að hugsa um hann Egil, Okay innbyttu It's þér just me and you Syngdu lagið Já, ég var að asshole. reyna það It's Komdu me með and you. you Það er, jú er mjög áalgengt lag Nei. Nafnum I þið segja love you Og- Vitni Houston? Já, en hvernig er lagið? And Já, I love love you það Nú ert að syngja lagið 2-1 It's just me and you Nei, það er ekki neitt Er þið ekki með eitt annar lag með you? Já, sko máli, blöð, vertu með svona aggressífur orð I like It's just me and you I like Guð minn. you Ég er alveg tómur núna Always Bíddu aðeins. you Nei, nei, nei. Oh, love you Hvaða lag er Býtu, þetta? var þetta ekki eitthvað? Go west, you will love you there Nei, Go west nei You is Þetta er you búið, það er 2-1 Það er ég bestur í þessu leik Þetta er eitt á óbæðilegasta sem að ég bara sé Ég var að komast í gang Komast í gang? Já. Þú komst ekki með eitt Ég kom með Pet Shop Boys og ég var að komast í gang Það er- Hvað var þið með þetta bara You and I Þegiðu, must blöð. make a pen Þetta ég var var- hræðilegt Það er rosa þægild að vera hinum megin Þetta var ekkert Spyrillinn. eðlilega lélegt Hættu með það lið. Every time I see you Hættu með I það lið. feel you Já. Sealing the deal Það er basically 3-1 Hættu með það lið. Þetta er upp á slægi Takk til Íslands næst, við erum Já. bestið þar Það er Íslands næst en við erum
búin að vera að hamra svolítið á fermingaveislu FN95 blöð sem í höllinni. Við erum 205 daga frjálsíþróttahöllinni, við ætlum að reyna að fá 10.000 manns í besta partí allra tíma. Við höfum verið að tala svolítið Timmy Trumpet sem á leiðinni, en það má ekki gleyma, það að koma rosalegt DJ-tími með honum sem heitir Axmo. Má ég segja þetta á ídru lagið? Svona ángríns, þú veit að ég er DJ-lúði og Timmy alltaf topp 10 DJ í heiminum í dag, frontar allar hátíðir, en Axmo sem að koma með honum, sem eru með honum eru geðsjúkir. Þú veist meina við sem að fá hárreitum tíma. Þeir gera bestu remixin og þetta lag rosalegt. Þetta Axmo og þessi verða í höllinni. Dansa Katúr og komum að þetta séð á basically áður er alveg fara í Sjekum á sig FM 957. Það eru Keilhöllin Egilsvöll og Túborg Léttöl sem færi ykkur FN95 blöð hér á FM 957 og talandum Túborg Léttöl ef að Robby, okkar besta maður að hlusta, að þá Bylgjan búin að klára Túborg-kælinn okkar. Snjórinn fallinn. Já, jólabjórinn hafa fyllt á fyrir viku síðan. Það allt búið. Að gæla stemningi og sín. Kælinn hann tómur. Partí hér, talandi partí við erum konni með góðan gest. Það popstjarna á hæsta stíði. Bríett, verður velkomin. Hvað segir þú gott? Ekki að fá þig. Já, sömuleiðis. Það ógeðslega langt sem. Já, það er nú komið. Það eiginlega bara hvað síðustu jól eða. Já, það bara að vera ár þá. Þetta gengur ekki. Nei, hvernig fyrsta spurning alltaf þegar þið fáum gesti, hvernig ertu þið? Ég bara alls konar, bara góð. Alls konar? Akkurat núna ég góð. Varstu slæm aðalega? Nei, ég var bara eitthvað ógeðslega heitt að keira í bílnum í umferðinu og þannig svona. Keyrið í úlpu? Þið séð þú úrst í úlpu? Já. Keyrið í úlpu? Já. Já, alltaf þegar ég komin heim þá hugsaði ég hefði nú átt að fara úr úlpunni og setja hann aftur í. Sko ég er með 2 reglur, ég keyri eiginlega ekki í úlpu sko. Ég setja hann. Ertu með 2 reglur? Já, hinn reglan er að ég fer alltaf beintist upp og svo ekki með. Já, það er enda ekki. Ég lappa bara inn og ég fara nú öllu á svona 5 sekundum og fara inn í stöðbuxur. Ferður úlpunni áður að ferða inn í bílinn? Lappar í úlpunni og ferður úr áður að ferða inn í bílinn? Ekki nema að sé náttúrulega bara eitthvað stormur, en ég reyni að koma í veg fyrir að keyra í úlpu sko. Akkur, hvað er málið það? Ég veit ekki, að skruðar í henni og ég er alltaf einhvern veginn. Hann tala mikið í síman í bílnum sko. Ég hringi rosa mikið að símtölum sko. En tengist ekki síminn við innrakerfið í bílnum? Jó, gera það. Það er alveg Er það ekki búið að vera í bílum sem bara 98? Jú, ég bara, veist Það hefur passað að ekki vera að tala um þetta eins og steindið eitthvað luxusbíl. Þetta er í öllum bílum. Það er bara okkur drullu. Mjög Þetta tekið spurningakefni sem var hérna aðan. Sko, talandi það sem var hérna aðan, Bríett, þú stóðst nú hérna frammi menn að þú vissir ekki hvað verið í gangi. Þannig að þetta er að lélasta sem ég heyrt. Ég ætla bara að spyrja þig, ég ætla ekki að setja neitt svona tæmir á þig neitt. Getur, segjum ég myndi gefa 10-15 sekundur, getur þú sungið 1-2 lög með orðinu live? Ef þú hugsa bara Núna bara? Já, bara ef þú hugsa lag með orðinu live í, getur þú sungið eitthvað? Já, bara Love of my life, you heard me. Hanna, já, Queen. This is my life, I don't wanna change the face. Á einu orði 2 stig á einu orði. Nei, sko 2 stig á 5 sekundum. Getur þú sungið eitthvað með Sorry? This is my life. Já, rosalegt lag. Já, þú sagður það ekki á hann. Ég var skeitt, ég fatt það ekki. King Friðrik Ómar. Ég sá hann, live. Life is a man, og þú sagðir, það er time. Nei, þú varst að reyna að syngja hana, life is, og þú söngst það eftir að fórum í auglýsingar. Já, life is life. Ákveður þetta breytur lag. Þetta er sikkert lag. En Bríett, ertu með eitthvað með orðinu you? Hvað meinar, öll lög í heiminum er með you? Já, áttu 2 bara til að sína hvað það verið létt? Það er bókstæðlega öll lög í heiminum með you í því. En áttu ekki? En svo þetta er erfitt undir bara þessi blökir, hann velur orð sem einhvern veginn er allstaðar, enginn tekur eftir. Og var ég með eitthvað aðeins svona. Ég get lofaði því að fólk sem var að hlusta var bara, herru, þetta er léttast í heimi. Segðu bara eitthvað, þú veist, rain eða. Ég er að nota algengust orðin sem eru í lögum. Já, ég veit, en þetta er orð sem að heyri ekki. Það heyri ekki svo orð. Josephine, það er lag. Ég sverða. Josephine. Eitthvað svona nafn. En hvað, þú veist. Já, þetta var semst live, you og sorry. Þekkir eitthvað lög með sorry? Is it too late now to say sorry? Já, Steindi Skeit þar, hann var að reyna að finna það. Steindi Skeit. Rosalegt lag hjá honum. Hún basically búin að vinna ykkur á 10 sekundum. Gæðvegt, þetta er gaman að koma hinga og vinna bara. Hún er fyrir sigurveri. Það er alltaf þannig. Þegar fólk kemur hingað í spjall og lappar út fyrir sigurveri. Ef þú ert að keppa við þessa drengi, það er nokkuð ljóst. En hvað er að frétta af Bríetti?
Bara alls konar Já, lífið Tónleik, ertu með eitthvað svona jóladæmi? Já, en 8. des erum við jólatónleika í Hörpu Sama og síðast í fyrra, komið í fyrra 8. des Ég þarf að koma núna, já Við verðum að mæta Við mætum ekki Býta 8. des, er ekki dagur sem ammælið þitt? Jú, það er daginn eftir Big 40 Ég þarf að fara Er þetta á sunnudegi? Já, ekki ljúga þá varst ekki að fara að koma Jú, Nei, þú voru svo þunnur, hvað meinar þú? Akkur hann að þig, hann er að ljúga Það er alveg líkur á ammælistengingu Nei, það er enga líkur á það Þú eru 2 centimetrar Ammælistenging, það vakna maður bara djúðlega gaman í gær hitti strákana, einn í hátinu í komin á jólatónleika Nei Þetta er hann er að fara að vakna fanta sér pítsu og bara eitthvað, já, djúðlarinn fokkin gaman Þetta er 30% líkur Allt rétt eiginlega, sko Anskoti, pítsan, aldurinn, en ég gæti tekið tengingu Þetta er meira sem þannig þegar að fanta pítsuna þá er hann svo þunnur, hann vill ekki hitta pítsusendin Ég öskra bara ekki, sett hann á stjættina Hrættur að hitta hann, sko En þú vilt að liðið sé mökka þannig á sunnudegi, ég fíla það Ertu að hvetja fólk til að hella í sig á sunnudum? Ég meina bara Þetta er nú ekki beint mökk á tónleikum Það er ekki allir fyllibittir Þið verður átt ykkur á það Ég hef aldrei farið á tónleikum Hvað er allir að vera blá edru? Ég hef aldrei farið á tónleikum Svona 95% fólk sem að hugsa 8. des Já, þetta er á Fólk hitt í hádeginu, fer á jommuna og fær sér þessi í glas og fer á bríett Það segir mér allir sem er blá edru Það er ekki bara fína Reyndar, í fyrra var sko rosalegt Anna Ráp og Jam Nú, byrðu, varst ekki að segja að það var ekki allir fyllibittir Þetta er tónleikana sem var einn annar sem var að kippa í sig sko Já, sem var rættir í tónlistamönnum okkar Já, maður Hvaða meistari kippt í sig þarna? Pappiðin Hvernig heldur hún viti hvernig pappið að verða þarna? Ok, hvar hrist hann sig og hvar sást hann hrist sig? Var hann miðju kráti? Sko, ég sá það ekki, en það var konar sem satt liðin á hann sem frænka mín sem maður sá Og hvað var hann framalega aftalega sem meistari? Hann var svona frekar aftalega Var hann graður eða? Greinilega, hvað meinar væntanlega? Ég fíla gæja að segja mig það Ég veit ekki hver það var á tónleikum Þetta er stemningsmaður Ég myndi segja að það er eitthvað botnið, sko Já, fyrsta sem ég hugsa er ekki Þetta er stemningsmaður Hann er bara búin að vinna, hún er bara saman Hann er ekkert eitthvað Var það sveppi? Hann einhverjum er sama Hann hefur verið búin að hella í svo 30-40 Já, hann hefur tekið jommuna eins og eiginlega En þetta er sunnudagur og þetta hljómar sem ekki gefum eitt útstrákar Ef eftir ammælis mökk steinda sem líklega Bríð verður bæðið við í Bríð, þú voru að mæta 7. des Þú voru að taka þetta frá Ég er eftir, strákandi að gefa mig lestur Því ég er ekki búin að gera ívið Að það er að bjóða sem hún aldrei gerir Öktin alltaf að gera við hálsás fyrir ára Og ég sagði strákandi Er ekki bara náða 2-3 viku fyrir er alveg fínt Nei, það er bara alls ekki fínt Þetta er það bara fínt Mér finnst það fínt Mér finnst það fínt Við gætum mætt svona í brönns og svo til þín hérna í ykkur rugli Það taktu það frá fyrir ykkur félag Og það er inn á tix.is Já, en svo er að koma út lag Nýtt lag Hvað, á miðnætti? Já, kom í nótt Takk fyrir allt Já, maður Hvað er að baka þetta lag? Þetta er bara búið Takk fyrir allt að þú segir það Ég er bara hæg Takk fyrir allt Takk fyrir allt, ég er farin Þetta er bara búið Nei, þú veist, maður er bara eitthvað að líta yfir þetta ár og eitthvað bara Þetta kveðja? Já, sko, einhver leiti, sko Í alveg, ég er ekki grínað, stráka Hann er að hlæja Nei, í alveg, Er tilkynninga? Sko, nei, þú veist, bara íslenskuna Já Og þú veist, bara alls konar fólk í mínu lífi og það var mjög skrítið ár, sko Þú ert að fara að syngja á ensku? Já, það er besta hugmynd sem ég hef á ævi minni heyrt Þetta var að yfirgefa þess að dreflegu íslensku og þetta farið yfir í English Já, maður Thank you Þetta er að reyna að venda íslenskuna Þetta að fara worldwide bara spyrja saman önsku skilur bara leiða aðeins fleiri fólk að skilja það er alltaf eitthvað fólk ég skil ekki textan þetta er besta hugmynd sem ég veist það er ekki bara, er ekki til í það okkur er Íslandingar ekki til í það okkur er þetta alltaf eitthvað svona maður syngur í önsku litlir í sér þú þarf nú ekki að kveðja samt þú getur nú að vera að semja önsku þú veist maður þarf svona smá drama í lífi en hvað er að gera og fara töð eitthvað þekktur listamæður gefið þau töð eitthvað ofta vísi og segir bara svona ríðir vera sér og sinni sjálfskyldið skamman já, er ekki alltaf verið að því hvort þið er var ekki bara síkóslagar á það? Jú, bara vindil og hlæ en sko þú sagðist vera kveðja líka þetta ár er þetta búið að vera gott eða slæmt ár hjá Bríð? Bara alls konar sko alls konar, já bara eitthvað upp og niður sko hvað myndir þú gefa þessu árið? Nú er 8. november hvað gefur þessu frá 0 til 10?
Ég veit ekki, það svara þér á tónleikunum bara Ég veit það ekki Þetta er búið að vera gaman Þú hefur mánuð til að svara þessa spurningu Já, ég sann það En sko, það er eins og sagðir, það er svolítið sen þú komst Ég veit ég hendur ekkert um hraðaspurningum Mér langar samt að taka áður og hlustum á nýjasta lagi Hver er þinn uppáhaldsmatur, Britt? Sushi Besta bíómynd allra tíma? Fight Club Uppáhaldsliðið í ensku? Er ekki Liverpool í ensku? Þetta er bara ekki gott svar Hvað kveikir í þér? Bara hamingja Besta lag sem þú gerst á ferlinum? Lagi sem var að gefa út Hvað drekkur á jamminu? Vasklas Hvað fyrir mest í töðan á þér? Leðilegt fólk Kynþokkafyllsta dýrið? Af hverju eru þið með kynlífstæki á borðinu? Þetta er Rikki G og brennslan Hvað er í gangi? Það eru talandi Kynþokkafyllsta dýrið? Tígstýr Áttu hlutabref? Nei Hver er þinn helsti kostur? Ég dæmi engan Hver er þinn helsti ókostur? Ég dæmi engan Hvað er það skemmtilegsta sem þú gerir? Ég heldi snúrur Hann heldi bjóður yfir allt Hvað er skemmtilegsta Hvað er þetta að gera? Hvað er skemmtilegsta sem þú gerir? Prófa nýtt Hversu myndilega ert á skalan með upp í 10? Fyrir eftir dögum Hvað tekur í bekk? Ég veit það ekki Áttu hlutabref? Nei, ég er búin að spyrja Já, sorry, það kom aftur í það Spurðu þrisvar að þér. Ef þú mætti gera duett með hverjum sem er Hver eru fyrir valinu? Bon Iver Og síðast en ekki síst besti textiðin Þessi sem ég var að gefa út Já, þetta er eins með alla listamenn Við vorum eftir sömu spurningur á Bubba Alltaf nýjasta lagið er best Nýjasti textin er bestur Já, ég meina, annars ertu bara búin að staðna skilur, Nei, þetta er ekki Stundu þarftu bara að svara fyrir okkur bólin Ok, mér finnst Kúrikinn held ég besti text sem ég gerst Takk, thank you En ef þú samt ert að gefa Lord Þú veist, þá finnst þér samt kannski akkurat núna bara meðst þetta besta Ég get hlusta sjálfur bara Nei, það er eins og ef ég er spurður hvað er það besta sem ég gerst, ég myndi segja banna að hlæja það er ekki það besta sem ég gerst, þó að segja nýjasta sem ég gerst Já, en kannski ertu ofpeppaði fyrir einhverju þetta, ég skil það vel ok, þá ætla ég að hafa þessi spurningur næst er að kemur tónlistamæður að segja fyrir utan nýjasta lagi, hvað er það besta sem ég gerst það er gott, þetta er eins og þegar þú spyrir eitthvað fallegasti fyrir utan maka og segir mamma en ég þóla það svar ekki það er annar lag sem er óútgefið sem er fallegast lag sem ég hef gert og það er á ensku og þú veist það er ekki komið út Hvernig fá að heyra lög á ensku? Næsta ári Ég er peppaði fyrir því Já, geðvitt Bríett, alltaf gaman að fá því heimsókn Við ætlum að spila hér nýjasta lagið Takk fyrir allt og við segjum bara í FM 95 Blöð Takk fyrir allt Takk fyrir mig Takk fyrir mánum Takk Topp tónlistarstöðin FM 957 Rétt eru Dynout og Bodyfuel sem færi ykkur FM 95 Blöð á FM 957 talandi Dynout og pantaði ég á tapasbarinn í kvöldi gegnum Dynout drengir og þetta hef ég bara ekki gert áður ég fann að nýta tæknina sem er í búði Já, Hvernig var það fyrir að taka skrefið og prófa bókabór ekki með að ringja? Það komur óvart hvað þetta er létt Ég verði að viðurkenna það Þetta er Þú þarf ekki að ringi starfsmenn Hér eftir, ég held að Dynout sé búin að kosta en að þátt í ykkur 2-3 ár og ég var að nota Dynout í fyrsta sinn Ég skil mjög vel að Inga Tinna og Lói Geirs séu grenjandi úr hlátir núna En það málið, eru þau bara skellir hægja Grenjar Þau eru núna bara, þau eru vantilega núna í svona 35 gráðum Ef ég panta á tabas fá þau kommish Já, á hvert þau kommish okay. Það er hvernig þau séu grenjandi úr hlátir núna Live feed og þau núna Það er líklega Maldífs núna Þetta er líka bara Tárast úr hlátir Þetta er alveg þjónusta En líka út af því, eins og mig Ég hata að ringa símtöl Ég geta að opna bara Dynout Og hata að tala tilfinningar líka Vali ressan Og geta bara panta borð Ég skil að hvort það er successful Hvað ekki vænt okkur? Mjög mikið Þeir eru frábærir Þetta með í satningar þess að 20 dagar sem ég verði á Tenerife núna Ég verði aðni í viku Já, reyndar Ég ætlaði að taka auka þátt Það er blökast, það er ekki eins og auka þátt Það er bara næsti blökast áttur í mynd og þar næsti Þú drepa að kíkja út í smá sönnsjón og bjór Ég er að recovera frá Portugal Ég vil ekki sjá auðvitað En það er bara komið að lokum hérna hjá okkur drengir Ég ætla líka að kíkja á púðusykur í kvöld Ég er að fara aðeins bara út að lifa Ekkert eitthvað hart en hljóta að borða og fara svo á púðusykur Hvaða comedians eru í kvöld á púðusykur? Þetta, ég hef heyrt gott að þessu, ég hef aldrei farið Þetta er Björn Bragi
Saga Garðars okkar bestu menn Ari Jón Jónsson, Dóri DNA MC Gauti Er John með uppistand og kynningu eða bara bæði og MS stand-up og ég hlaka mikið til að sjá eina, ég þarf eiginlega að passa hann sjáum ekki annars munum þetta bara snúðast en það þeir munum sjá þið, þetta sjá blöðara ég er mér alveg saman hina en John má það ekki John sér þig en það sem er að fara að gerast í kvöld hjá June er að ég er að fara að enter the world það er bara þannig hvað er að fara að sæna minn hvaða leik ætlar að enda ég er að spila Black Ops 6 núna og veit ég hver var að koma inn í hann Sverrir Bergman verandi alþingismadur það er rosalegt hann er á leiðinni, hann er búin að leggja Destiny og var að fá sér sko, ef að Svessi á að vera alþingismadur þá fólk hérna í Reykjanesbæ Selfossi, Vestmannaeyjum og kjósa gaman kjósa Svessa og hérna máli er að hann alltaf með gaming community alveg á baku sig eina sem vinnur á mótunum að Víður í fyrsta seti og hann læst allir inni hérna í 3 ár sko. það er eina sem vinnur á móti Svessa er að Víður læst okkur inni fólk er alveg allt annað vinnur með The Svessa ég held að fólk sé að fara að kjósa þá báða og hversu góður er The Mouth í þessum leik hann er alltaf væntanlega að vera mjög lélugur núna alltaf að byrja með það er ekki bara eitthvað dvergur með eitthvað exi og hleypur það er World of Warcraft það er World of Warcraft, það er ekki góður þar en málega er ekki lofaði í Svessi er þannig ef hann spila hann að leik, ef hann endist í honum í 7 daga á þess að fara aftur í Destiny þá verður hann bestur á okkur öllum Með þessum orðum kveðjum við í dag, takk fyrir hlustununa, við verðum með blöðkastið í mynd á þriðjudaginn og svo líka búið að negla það að litlu jólin hjá blöðkastinu verða 15. desember sem er sunnudagur og daginn eftir Sjallan ég heldur sem búin að tilkynna það að miðasal er ekki að hafinu, við verðum í Sjallanum 14. des Svo basically að segja þjóðinni að við verðum menn verða litlir Nei, við verðum í tengingu það er bara þannig, það verður tengingu í litlu jólun 14. og 15. des Sjallin 14. litlu jólin 15. og svo er það náttúrulega bara að, þetta hér sem verður í höllinni. Takk fyrir í dag og eigi góða. Þetta er Topp tónlistarstöðin FM 957.